velkomin að Rauðaborðinu á miðvikudegi. Við erum með svona, hvað er þetta, sumarútgáfu af Rauðaborðinu. Við erum að leita og leika okkur eins og við höfum svo sem alltaf gert þetta við Rauðaborðið. Og mér til aðstoðar í þettum í kvöld er Oddný Eir Ævarsdóttir, þrautreind útvarpskona. Já, segjum það bara, svona. Ég ætla að tala hérna seinni í þættinu við hana Aggi, Ragnheiði Gyðu Jónsdóttur. Hún fæddist í útvarpinu, í húsakynnum útvarpsins. Vissum það? Nei, ég vissi það ekki. Hún var alin upp þar. Það er engin svona, engin táknmynd, það er bara svona draumveruleiki. Það er bara, það vill svo til að hún fæddist í heimafæðingu í íbúðum sem að Ríkisútvarpið átti á horninu á Klapparstíg og Hverfisgötu. Það sem er núna einhver svona, ég held að heiti Hótel Klöpp. Þarna á jarðhæðinni var bíóbarinn. Þú ert ung til að muna Nei, ég man eftir bíóbarinn. Það var mjög skemmtilegu bar. Ég smiklaði mér þar inn. Það var eitt atvik sem að ég var á bíóbarnum og það var Einar Örn Sigurmálið að afgreiða. Það var barþjónn. Ég man ekki hvort þetta var fyrir eða eftir að Kuklið og Sigurmálið slói gegn, líklega eftir og hann var búinn að stofna þarna Síberíu held ég í kjallaranum sem var fyrsta netkaffihúsið á Íslandi. Já. En hann var sérst að afgreiða hana og þá komu sænskar stúlkur sem voru bara túristar í Reykjavík og báðum te. Þá sagði Einar sko, þetta er bar og stökk yfir barborðið og hendið út. Sem var ég man þetta eftir og segi þetta stundur svona þegar allt hefur sinn tíma og allt hefur sinn stað sko. Það er ekki alveg hægt það er ekki endilega víst að við eigum að móta allt rými að óskum viðskiptavinnana. Nei. Það gæti eyðilagt bar ef að fólk væri þar drekkandi í te. En ekki sem sagt fættist þannig. En þú ert náttúrulega líka dóttir útvarpsins, einhver liti. Ævar Hjartarson var pabbiðinn í viðtali mánudagskvöldið. Já. Hlustar á það? Já. Mér var mjög gaman að hlusta á ykkur spjalla og svona þarft að ræða máli núna. En hann var einmitt að tala þá hvernig svona flokksgæðingar hefði fengið vinnu. Það var svona ákveðin klíkuskapur sem að þótti bara sjálfsagður og kom mjög illa svona niður á fagmennsku og bara blaðamennsku og fagmennsku. Já, ef það var búið að ráða framsóknarmann í að skúra, þá þurfti líka að ráða krata og sjálfstæðismann í að skúra líka. Þannig ég man að þegar ég var svona orðin það gamall að var að reyna að leita sér að sumarvinnu, að þá spurði ég pappa hvort að hann geti ekki aðtöku hvort að væri einhver svona vinnu upp í útvarpi, vera sendill eða... Og hann vildi það bara alls ekki, sko. Því að hann sagði það að hann væri mjög á móti svona klíkuskap og að koma sínu fólki fram fyrir röðina og já, þannig að ég eiginlega til dæmis kom mér í strítunum svolítið og ég var byrjuð að vinna á útvarpi Rót og kom þar með vinkonum mínum, sko, bjóð til mjög metnaðarfullan þátt og klippta, maður hildi var heila mánuð að klippa hann, svona gamalt segulband, maður að klippa hann og líma saman kjör unglinga eða hvar unglingar getu skemmt sér í Reykjavík og svona viðtalsþáttur og ég sendi kassettuna til útvarpsins sko og sótti vinnu á þess að láta pappa vita. Fram með pappa, sem að það var eitthvað dagskrár fulltrúi eða? Var hann? Nei, ég man ekki hvað þetta Já, hann vildi nú eiginlega bara, já, var nú oftast bara við mikrofónin, en hann var kannski aðstoðamaður svona dagskrár. Jú, kannski var hann eitthvað svona dagskrárfulltrúi eða svoleiðis. En það var, ég var ekkert svo sem í sömu deild. Ég fór bara inn í barnaútvarpið, barna- og unglingútvarpið og var eitthvað svona með þætti þar. Og hans gaman í útvarpinu? Mér er alltaf fundist mjög skemmtilegt sko að vinna í útvarpi. Og svo var ég beðin að vera líka Elisabeth Brekkan baði mig þá að vera, það var nú fyrr já, það var nú líka miklu fyrr sko. Þá var stundin okkar að byrja með svona gestakinn, maður að koma og Dóttir hennar er nú hérna í þáttum. Já, ég mitt sá það líka. Það var þið svolítið svona útvars ættirnar að byrja að komast inn á samstöðuna.
En mér fannst það alltaf erfitt svona, að vera svona kynnir í stundin okkar og þá áttum maður að brosa samkvæmt svona, tæknimenn sögðu maður að brosa. Svo getur það ekki? Já, nei, mér fannst einhvern veginn ekki eftir pöntun og þessi svona létti galsi sem átt að vera þarna í stundin okkar. Mér fannst, svona, ég kunni ekki alveg, ég fann mig bara ekki í stundin okkar. Nei. En er þetta eitthvað svona, svona vil ég ekki beigja sig undir eitthvað svona autoritet sem heldur þú getur ekki brosað eftir pöntun? Nei, ég held bara að þetta sé raunverulega, já, nei, mér finnst það bara að vera feimni, sko. Svona feimni að bara geta líkamlega ekki brosað. Ég meina, getur þú brosað ef þú ert beðin að brosa? Ég notaði eitt triks á dóttur mína sem að vildi stundum ekki brosa. Þá sagði ég, nei, er komið bros? Sko, þetta virkar nefnilega svolítið vel af alla. Það er sem fáið sem standast þetta. Við erum þetta er svo einföld. En svona mér finnst svona raunverulega tóldi sárt þegar hann var byrjaður að svona kreista fram bros og þegar var verið að biðja hann að brosa á myndum. Hvern? Son minn, sko. Já. Og þá sagði ég honum að hann skildi ekki brosa, hann skildi bara ekkert gera það, hann skildi ekki líða því, bara brosa þegar hann langaði til þess að brosa. Nei, ég fæ svona mótþróa ef ég beðin að gera eitthvað. Ég byrja að segja eitthvað fyndið, þá segi ég ekkert fyndið. Herðu, við ætlum að fá gesti hérna eftir, ekki? Jú. Það er svona hugmyndunum að hafa svona gestabóð. Mjög góða gesti. Það eru heimspekingar. Þú ert heimspekingur. Já, maður kalla sig kannski ekki heimspeking, en jú, ég lærði heimspeki í mörg ár. Já. Hvað þarf maður að vinna til þess að mega kalla sig heimspeking? Ekki neitt held ég, sko, einmitt. Maður geti alveg... Það er aðrir geta kallað mann heimspeking. Já. En maður gerir það ekki sjálfur. Já, kannski bara heimspekingur er svolítið eins og skáld. Það er eins og svona, já, íslensku, sko. Það er svona eins og maður sé að vera heimspekilegur er að vera svona góður í að velta vöngum og svoleiðis. Og skáld var þetta eitthvað sem var gott að yrkja. En svo ef maður tekur það bara sem starfsheiti eða það sem maður hefur lært, þá er það bara heimspekingur og skáld. Eða heimspekingur og rithöfundur. En En hvað Pétur Gunnarsson, rithöfund? Hann er nefnt bæði heimspekingur og rithöfundur. Og Haukur Már Helgason? Líka heimspekingur og rithöfundur. Og svo er svona til þess að vega aðeins upp á móti þessu kemur hún Þuríður Jónsdóttir. Já. Sem er tónskáld. Hún er mjög heimspekileg svona og hún er tónskáld, já. Við ætlum að ræða svona daginn á veginn en sem að eru svolítið vofinni tíma, sko. Þannig að kannski erum við að gera tilraun það hvort það sé hægt að tala erfiða hluti á sumrin. Eða hvort að maður bara fara að grilla eða hvernig? Já, horfa fótbolta. Fyrir þá sem ekki geta brosað til pöntu þegar kemur svona allt í einu gott veður og kemur svona stemming og allir að fara að grilla og lætur þú undan því eða? Já, ég hef oft sko verið jú, ég læt nú alveg undan því og það er ekki alveg þannig mótþrói, sko, jú, ef einhver býður manni grill þá finnst mér það mjög skemmtilegt, en þú býður ekki fólki grill? Jú, ég hef nú meira sér gert það, sko. Jú, það er ekki þannig mót, en jú, ég skal viðurkenna það er aðeins svona grillmótþró í mér, það er sem mér finnst bara svo erfitt svona að trúa því að maður sé komin í frí og að því maður er sjálfsagt starfandi þá kannski er svona frí, maður er ekki beinlínis í einhverju stórkostlegu fríi og oft hef ég verið einmitt inn á bókasöfnum þegar það er kannski mesta þegar það er sól þá var maður kannski reyna að vera klára einhver verk sem maður náði ekki klára yfir veturinn, sko. Er það verra þegar maður er lokaður inn á bókasafni og lítur út úr gluggann og það er sól og sumar? Er það betra að sé rigning? Þetta er svona, ég ætti vangavelta það, þú veist, hvað vill maður öðrum? Segjum að ég sé lokaður inn á bókasafni og ég þarf að klára og vera bara í 3 daga hérna inni. Er það verra fyrir mig ef það er sól og allir hafa það gaman úti eða það sé rigning og allir þjást með mér? Mér finnst ekki svona sneitt sko hina. Mér finnst það bara snúðast hvort ég er að missa bara hvort að ég er að missa þessu svona missa sólina og bara súrefni, sko, það að vera úti af því að man langar svolítið til að safna súrefni á svona einhvern sarp á sumrin, finnst mér, vera úti, vera í göngum og ég var svona alinn upp við það, foreldrar mínu báðu maður átt að ferðast og fara helst sko upp á hálendið að vera einhvers staðar svona safna inn í augun líka, sko, náttúru og vera í veðrunum og náttúrunum, þá ekkert svo sem síður í vondum veðrum
maður var alveg uppið það líka, það væri bara ekkert verra svo sem að vera í vondu veðri, það væri bara gott fyrir mann einhvern veginn að safna því líka í sarpinn. En jú, mér finnst aðeins verra að vera í sól á bókasafni, en er orðin heldur núna sérstaklega maður hugsa með sér að það sé bara maður getur brunnið illa í sólinni, þannig að það er eiginlega bara oft gott að vera, nú segi ég alveg öfugt sko, mér fannst lengi vel erfitt að vera inni í sól, en núna er mér farið að finnast það gott. En þá kemur þetta að vera móðir og maður vil gera eitthvað sko, koma drengnum upp á heiðar. Já, okkur upp á heiðar og allavega kannski út í Nauthólsvík eða allir að druslast í sund eða gera eitthvað svona. Mér finnst ekkert mjög gaman að fara í sund sko í Reykjavík. Gaman að fara í sund út á landi en einhvern veginn, ég hef ekki komist upp á lagið svona að hafa gaman að þið fara í sund í Reykjavík. Mér finnst það svona... Þannig ég veit ekki hvort það er mótþró, ég held að sé bara eitthvað svona... eitthvað skrítið að vera í sundi og tala við svona marga sem að þekkir kannski og víst ekki svona fara vel saman. Nei. Ferð þú mikið í sund? Já, sko, ég hef stundu stólist í sund, en ég hef flogað af ykkur og þá er svona fræðilegu möguleiki. Ég geti fikið flog í sundinu og drukknað. Og dóttir mín sér þetta þannig fyrir sér. Þannig að hún verður alveg brjáluð ef að ég sting upp á því að fara í sund. Þannig að hún veit bara alls ekki að fara í sund. En ég hef stundum svona stólist. En mér finnst rendi maður kannski í, maður er í, hvað heitir þetta, búningsherbyggi, hvað heitir þetta? Já. Það heitir ekki búningsherbyggi. Er það? Er það ekki svona íþróttaleikvökum, það sem þetta heitir búningsherbyggi? Jú, bara klefi, er þetta bara klefi? Já, kallar. Og koma kallar oft svona eins og bara maður er út á götu eða út í búð og fólk vil tala svona landsins-gagnaauðsynir og pólitík og sumum er mikið niðri fyrir. Mér fannst eitthvað erfitt svona að hitta svona kalla sem að stóðu kannski á tippinu fyrir fram að mig og voru svona að hella sér yfir mig og kannski þetta bara einhver miskilinn, einhver blíðunar tilfinning eða hugmyndum svona prívat, kallaklefin eigi að vera prívat einhvern veginn þegar maður er svona bara að hátta sig og fara í skílun og svona. Þannig að mér fannst þetta eiginlega erfitt við sundi, þessi ákefð nakina manna sem að vildu segja einhvern veginn skoðanir sínar á kannski Sigmundur Davíð eða eitthvað og mér fannst þetta bara, þetta var eiginlega það sem mér fannst erfitt í sundi. En þú varst að tala áðan að fara ekki sundir í Reykjavík og vorum að tala veðrið og svona, þá þess að vera í sund í rigningu finnst mér alveg frábært. Þegar það einhvern veginn svona verður óljósara. En ótrúlega gaman að fara í sund mitt út á landi alltaf og uppgöta nýjar sundlaugar og vera einmitt í sundlaugum, einmitt á ströndum þar sem maður eiginlega veit ekki hvort maður er út í sjó eða í laug og kannski rigning rennur allt saman. Það er svona, þannig að þá er það svona einhvers konar svona hugleiðsla finnst mér dálítið. Þegar ég var ungur, einhvern tímann fyrir 20 held ég, þá var ég og Sigurjón bróðir minn sem erum með þáttinn Synir Egils. Vorum að selja bækur, vorum að selja aldinnar og þá fórum við út all land og þú getur selt á kvöldin og þú getur selt í hádeginu af því að þá fór fólk svona í mat svona, þau tók kannski svona 200 manna þorp eða bæ, kannski ekki í hádeginu og svo tókstu stærri bæina kvöldinu en það er þá ættum með tíma þannig í eftirmiddaginn sem þau lítið að gera við þannig að við fórum alltaf í sund þannig að við fórum eiginlega í hver einustu sundlaug hringinn í kringum landið og það voru margar mjög skemmtilegar til þess mjög eftirminnileg sundlaugin í Núpi, hefur þú komið þangað? Nei. Það er bara skólahús og svo er bara vantar gólfið í eina kennslustofuna þannig að hún er tvær hæðir og það er vatn í þannig að þú opnar bara og það er bara sundlaugin er bara beint þannig að hún er eftirminnileg svo vorum við eins og á Reyðarfirði held ég, það var örgulega Reyðarfirði frekar Fossvogsfirði held að vera Reyðarfirði. Þá var það svona fjölnota íþróttahús sem var íþróttahús og svo var á einum bara þegar vetrarvertíðin var búin og búið að kenna leikfimi og búið að hafa eitthvað handboltamót og þá var bara dregið gólfið og þá var sund undir. Þú veist, það var ekki vatni yfir veturinn sko. En þetta, við komum þangað akkurat á deginum þegar það var opnað sundið
og allir í bænum fór í sund og við bara vildum svo til að við vorum það líka. Þannig að þá, til þess að ná okkur í sund, þá sundum við sko í kafi yfir laugina undir alla bæjarbúa og komum upp aftur og svo sittum við aftur. Við vorum alltaf í svona keppnum að vera í kafsundi. En ég meina, við vorum bara 2 að ferðast á landið að selja bækur og vorum bara eitthvað að reyna að hafa gaman í sundi. En finnst þér ekkit erfitt svona áttaði á reglunum sem að gilda í, þegar maður fyrir nýja sundlög? Já. Þú veist, það er ekki beint svona skráða reglur hvorum megin þú átt að synda og svona tekur svolítið tíma glöggva að sjá því. Þetta er fyrir kunnuga, sko. Þeir eiga, eins og oft er margt hérna, ef þú ferði í Seltjarnarneslaugina, þá ertu á svæði fastakestana þar. Og þeir eru ekkert að segja þér hvað reglunar eru, nema að þú sért að synda á móti umferð, þá láta þau finna fyrir því. Já. En það er stendur hverki eitthvað, eða þú ert ekki tekin inn í eitthvað svona vígsluathöfn, það sem að þeir eru kendar. Nei, en ég hef aldrei verið það eiginlega svona, ég hef aldrei farið það oft í eina sundlaug að ég hef orðið þessi svona heimamanneskja í sundinu, þannig að ég... Það er kannski ástæða fyrir, þú ferði ekki í sund í Reykjavík, að þú upplifir ekki velkomna einhvern veginn og verða utagáta. Jú, mér er velkomna, en ég held að sé bara svona, mér finnst ég ekki vera óvelkomin eða svoleiðis, það er bara, ég tek alltaf þessum tíma svona reyna áttam á hverju reglum til þess að fá ekki sko fót í síðu, sko spark í síðuna, af því að það er mjög vont svona að fá spark í síðuna óvart, sko, þá er það náttúrulega bara óviljaverk. Í sömu sundlögum gildir svo regla að þú mátt spark í síðuna á gestkomandi sem ekki virði reglur okkar. Er það? Já, nei. Það lágu slagsmálum í Seltjarnarneslauginni. Þegar þegar það var verið að gera við Vesturbæleina, þá fór fólk yfir í Seltjarnarneslaugina og það lágu við slagsmálum. Þar gildi einhvern veginn hægri og vinstri fyrir einhvern veginn öfugt. Og það var mikilvægt. En svo kannski jarnaði sig. Það var maður sem að Gunni Andrésar, ljósmyndari, maður stundur honum. Var DFF, alla sína tíð, tók margar eftirminnilega myndir. Hann var mikill sundmaður. Hann sagði eitthvað með við mig, hann hefði aldrei séð mann í vondurskap í sundi. Já. Já, merkilegt. Já, ég held að það sé rétt hjá hann. Nei, maður þarf eiginlega. Eftir þetta spjall að hugsa að maður bara drífa sig í sund. Eða svona, kannski í næstu viku. Reyna safna sundferðum. Búa sér til svona lítið kort og safna sundferðum. Það er mjög þekkt stað að fólk svona, hverju stað hinn í líkamsrækt. Ég er á leiðinni í ræktina. Það er mjög algengt. Fólk getur verið missuru saman á leiðinni í ræktina. Já. Það er svolítið þannig hjá mér. Köllum það oft svona heilsufarsstaðan, ég er á leiðinni til læknis. Já. En ræktin, ég hef reynt að vera ræktin og það er ekki svona staður sem að mér líður ekki vel í svona líkamsræktum einhvern veginn. Og það er ekki að held ég að mótþróa, það er ekki að mótþróa sko. Því ég reyndi virkilega að fara með opnum hug og vera ekkert að hugsa þú veist, kerfið eða reyna vera ekkert að hugsa, bara fara og vera. En ég gæti einhvern veginn út í New York svona, út úr neyð, þá náði ég að fara það ofta, bjó í sama húsi og líkamsræktarstöð, þannig að það fór ég bara... Lyftuna? Tók ég bara lyftuna í Þú er ekki lendið í á Íslandi, það var þær aðstöð. Nei, þá finnst mér þetta að fara og fara í gegnum eitthvað hlið og þetta er of langt ferli, sko, þannig að mér finnst bara, ég fæ aldrei þessa svona frelsistilfinningu, ég hef aldrei upplifað það, sko, að fara í rækt og líða eitthvað vel og eftir, sko. Þannig að mér finnst kannski einmitt sund hugsanlega eða bara þá hjóla og ganga, kannski draumur að dansa eða eitthvað svoleiðis, já. Nei, það var náttúrulega ekki að spyrja það svona hver væri mín líkamsrækt, en... Að dansa? Já, ég segi draumur, en ég er einmitt alltaf frekar svona meira á leiðinni, sko. Eina sem maður gerir það er að ganga og hjóla, kannski. Já, og svo er þetta mér svona líka sagt, sérstaklega svona út af þessu völdklass, mér finnst eitthvað svona völdklass vera svona ríki hins illa eitthvað. Jú, mér finnst það líka, sko. Jú, mér finnst það líka. Það er eitthvað að því að, sko, einhvern tímann hérna fyrir kynslóð kannski foreldra okkar eða af og ömmu byggðu upp þessu sundlaugar og hérna var til þessi kultúr og það var í svona lýðheilsu verkefni
áttu allir að hafa aðgengi að sundu og náttúrulega lífsnauðsyn að kenna fólki að synda vegna þess að menn voru bara að drukkna í fjöruborðinu, sjómenn og eitthvað fleira. Þannig að þetta tilheyrði þeim og maður sér þetta líka þegar maður kannski, ég var í Noregi einsunni, þá var ég í svona nágrenni við svona gamalt baðhús sem hafði verið byggt á svipuðum tíma og það var þetta hugmyndum að þetta var í verkamannahverfinu og þar gæti fólk farið bara í bað og eitthvað fleira. Þannig að þetta verður til út úr svona, þetta almenningur, þetta torg og eitthvað fleira og sömuleyti hefur þetta ræktast þannig með Íslendingum að svona þorpstorgið okkar heitibátturinn, þar sem að fólk fer og svona sem bara svipað á torgið við Miðjarðarhafið þar sem að gamla fólki fyrir í boccia og einhverju sita og að spila dómínó og að spjalla bara landsliðsgagnanir sinnar. Sundið okkar þannig. En svo allt í einu byrjar svona völdklass að tróða sér þarna inn. Og völdklass svona, ég fara á heilsuhælið í Hveragerði og þar svona sundlaug og fleira og maður svona þegar maður situr þar og þá hefur verið að gæta heilsu þeirra sem að kannski mest þurfa á því að halda að örfa fólk til heilsuræktar. Og þá veldi ég fyrir mig býta, af hverju þróðust sundlaugarnar ekki þannig að þegar ég kæmi inn í sundhöllina að það væri til dæmis maturinn sem á heilsuhælinu, hollur og góður matur og svo væri svona, væri sjúkraliðar og kannski þetta að fara í svona nudd sem að væri fyrst og fremst kannski að nudda gamalt og lúið fólk. Völdklass eiginlega selur heilbrigði akkurat öfugt. Þetta sem sagt heilsurækt fyrir hérna allra heilbrigðustu. Já. Og ég veist svo skrítið að þetta skuli snúa að okkur þegar mér finnst það bara alveg lógískt að við ættum að vera að rétta heilsuræktina af þeim sem að þyrftu mest á hana að halda en ekki að styðja hina sprengilegu til ennþá meiri sprengilega hitta. Jú, náttúrulega margir nota samt svona völdklass bara eins og, ég hef heyrt það alveg nota svona eins og bara svona út úr neyð og eru komnir að krossgötum í sínu lífi og fara í völdklass en ég held að samt að ég til dæmis viðurkenni það mér fannst mjög gaman að fara í sund og sundleikvi til dæmis þegar ég var á heilsuhælinu Hveragerði. Mér fannst bara öll heilsurækt þar vera skemmtileg og notaleg og einhvern veginn og til dæmis líka í svona austur-evrópskum svona baðhúsum og það sem þessi svona heilsu einhver gömul uppbygging sálar og líkama. Tyrknesku baði? Já, það svona sá andi sem að maður vildi gjarnan vera í og ég hef ekki alveg fundið svona náð að tengja mig við þá stemningu í völdklass eða svona og eiginlega ekki heldur í sundlaugum hér en þetta auðvitað bara maður þarf einhvern veginn að stilla sig inn á það líklega. Ég tengi þetta við svona hörnun almenningsins sem alltaf verið að minna og markasvæðingu til dæmis heilsuræktar. En eins og var hann það er kannski svo langt síðan, ég veit ekki hvort það séu ennþá í sundlaug Vesturbæðar svona fólk sem var í svona mullersæfingum á bakkanum. Það það? Já, ekki spyrja mig. En það svona jú, það svona aðeins vísir líka í sundhöllinni, svona gamaldags gömul tæki sem hægt að styrkja sig og svo var líka svona D-vitaminljósa lampar og mætti vera meira þessu, finnst mér. Mér finnst það ætti að vera hluti bara sundlaugin en ekki að láta eitthvað arðsemisfyrirtæki fá svæðið. Já, kostar svo mikið og það mynda strax eitthvað svona samviskubit að vera ekki að nota út úr og vera að tapa alltaf á hverju degi ef maður mætir ekki og svona. Businessmódel náttúrulega eins og þýsku bókaklúbbur. Þú borgar eitthvað þarna inn og ert alltaf að tapa eftir það. Getur ekki sagt upp nema kannski getur þeim, þýsku bókaklúbbanum. Nei. Nú, það upphafið af bara efnastlegu hrun í margra fjölskyldna. Það var þannig að þú gekkst inn í bókaklúbbinn og borgar eitthvað árgjald og svo var það endurnýjað að þú gast bara sagt upp á tilteknum tíma ársins, einhvern tímann sem þeir stiltu oft bara í dimbilvikuna eða eitthvað þegar fólk var eitthvað að hugsa eitthvað annað og ef þú náðu því ekki þá bara hélstu áfram. Ég kynntist fólki sem hafði verið árum saman að reynda að losna á þýsku bókaklúbbi. Þetta var kannski búið þegar þú komstu við svara ógnin af þýskum bókaklúbbum. Og hvað fékkstu fyrir þeim? Það fekkur ykkur þýskar bækur sem
Kannski fólk ekki í þetta þegar það var í þýskunám í menntaskóla og svo kannski hafði ekki náð almennu tökum á þýskunni en það hlóðst alltaf upp, samvinskubitt, það hlóðst upp svona þýska bækur sem ég hefði átt að lesa, en ég las ekki. Herðu, svona sleppa þessu léttúðarhjali og fá hinga gesti til þess að tala alvöru lífsins. Jú. Ekki? Jú, gerum það. Já, tökum við það smá hlé á meðan að gestir okkar koma sér fyrir. Haukur Már Helgason, Þuríður Jónsdóttir og Pétur Gunnarsson. Þetta er augnablik. Allt það besta er ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Og við höldum áfram í sumar sveiflunni. Hingað eru komnir mjög góðir gestir. Það er Þuríður Jónsdóttir, tónverkakona og tónskáld, Pétur Gunnarsson rithöfundur og Haukur Már Helgason rithöfundur, blaðamaður líka. Má ég benda á eitt sem að ég... Gunnars Mári er hér. Af því að lærið ekki heimspeki, Pétur? Og heimspekingur. Jú, við Árni, við vorum bæði í heimspeki. En Haukur, varst þú ekki líka hvað er heimspeki? Heyri, Við erum öll heimspekingar. Hver bókaði þennan þáttu? Fyrir að það ekki heimspekingar. Ég teki eitt kúrs. Hún hefur tekið kurs í heimspekingar. En það komum við öll með bækur, þú sér það, og þeir komum með, nei þú komst ekki með. Nei, ég fekk ekki finna bækunar. Nei, sko, þá var engin lína, það er bara, Kannski erum við komin á þann tíma í mannkynssögunni að það verður svona kallað upp í kallkerfinu. Er einhver heimspekingur í húsinu? Já, er einhver læknir inni. Já, erum við ekki á þeim stað? Vonandi. Það var nú Platón sjálfur sem óskaði þess. En af hverju komstu með Hobbes, Pétur? Já, þetta hefur bara verið mín sumarlesning í vetur og sko, bækur eru nú svo dagsalegar. Ég sé að ég hef keypt þessa bók árið 1971, þannig að það eru komin 54 ár og bókin er hérna enn og það er ekkert lát á henni og mér dettur í hvað eftir 54 ár, hvernig skildu tölvurnar okkar líta út eða hugbúnaðurinn sem við erum að nota núna, það sem við vorum að slá inn í morgun, hvernig verður það eftir 54 ár. Þessi bók, hún er búin að vera hjá mér í þessu 54 ár og tryggur förunautur og ég las hann á sínum tíma í heimspekinni, hann á 1971, allavega formólan og síðan fór ég að taka hana fram aftur núna og okkur vegna þess að Hobbes sem er nú bara samtíðamaður Shakespeares á 17. öldinni sko og var reyndar óhemju gamall með við tíman, hann var 91 árs, hann lifði alveg öldina og hann lifir á þessum tímum í Englandi þegar að það er algjör sturlunga öld, það er viðvarandi stríð í öllum áttum, alltaf endurtekur sig, hann er í tvígang landflóta til Frakklands í einhver ár og síðan fer hann að leggja þetta niður fyrir sér hvort það sé að finna upp eitthvað system þar sem að fólk geti búið saman á þess að drepa hvort annað og hann var nú mjög svona vísindalega þengjandi og starffræðilega þengjandi og hann fer eiginlega í þetta svona starffræðilega sko á köflum eðli mannsins og allt það sko og hann kemur með þessa niðurstöðu ef að allir afsala sér sínum völdum eða hagsmunum til eins yfirvalds sem var náttúrulega þá kóngurinn og þetta yfirvald það tryggi frið og bærilegt líf allra að þá væri það lausnin og þetta hefur náttúrulega smátt og smátt orðið raunin í þessum þjóðfélögum að það komst á einhver samfélagssáttmáli hvernig ætti að lifa og starfa og lög og reglur og ég fór að hugsa þetta í sambandi við ástandið eins og þeir í dag. Í dag er algjört stjórnleysi. Það eru styrjaldir í öllum áttum og það er engin leið að það er bara slekku eitt stríð og kveiknar annað og heimurinn er náttúrulega bara á barmi stórslys
og þá náttúrulega erum við með Úkrænustríðið og við erum með stríðið í Palestínu, en svo líka bara ótal önnur stríð út allt í Afríku til dæmis, það endalaust bara, þetta eins og eldavél með pottum mörgum sem að sjóða upp úr, sko, maður ekki við að taka lokið af, það alltaf bara nýtt og nýtt. Og ein ástæðan fyrir þessari óöld að mínu mati hið algjöra máttleysi Sameinuðu þjóðanna. Það hefur í tvígang verið reynt að stofna svona alþjóða samfélag. Fyrra var þjóðabandalagið eftir heimsstyrjöldina fyrri sem átti að koma í veg fyrir að þetta geti nokkuð tíman endurtekið sig. Og síðan fór allt út úr þúfur og heimsstyrjöldin síðari skall á. Og eftir heimsstyrjöldin síðari þá endurtaka menn saman leikinn að búa til eitthvað fyrirkomulag þar sem allir geti lifað saman í sátt og samlyndi allavega við eitthvað sæmilegt öryggi og komið í veg fyrir aðra heimsstyrjöld. Og það eru Sameinuðu þjóðirnar sem hefur gersamlega mistekist og haldleysið þeirra verður meira áberandi og þessi vesalings framkvæmdastjóri hann bara eins og eitthvað statisti sem að enginn hlustar á og eitthvað að reyna að ná athygli en þetta fór ég að hugsa hvort það yrði ekki að verða leiðin út úr ógöngunum að Sameinuðu þjóðirnar fengju meira áhrifavald að sem sagt þjóðirnar myndu að einhverju leyti afsala sér hlutum til þessa yfirvalds sem að hefði áhrifavald og máttarvald til þess að skikka menn til þess að fara eftir þeim leikreglum sem að Sameinuðu þjóðirnar hefðu komist að samkomulagi og þess vegna fór ég að hugsa Hobbes, vegna þess að ég bara yfirferði það sem hann var að gera á Englandi, yfirferði það bara á allan heiminn eins og hann í dag. Já. Trúir því að þetta geti orðið? Það sem ég óttast, þetta verði ekki fyrir eftir þriðju heimsstyrjöldina. Akkurat. Að við séum að sigla núna inn í kjarnorkustyrjöld og sem muni náttúrulega verða þvílíkur skaðvaldur og það verði eftir þau ósköp sem að mannkynni muni skríða saman og hugsanlega reyna að komast að einhverju öðru. Það sem eftir verður af því. Það sem eftir verður af því. Já, það sem eftir verður af því, hvort sem við verðum sköllótt og skökk og illa farin. En þú kannski puntar þetta svona hjá þér eftir lesturinn á bókinni og hvernig þú sér þetta fyrir þér og setur í einhvers konar svona tímahylki. Þannig að einhver geti nú kannski fundið það. Orðna sér við að einhver hafi séð þetta fyrir. Já, eða bara svona, það auðveldar mönnum kannski þá að byggja upp þetta Sameinuðu þjóðirnar ef þær verði rúst líka. En mér langar að skjóta því að þetta er í frekar nákvæmum samræmi við greiningu frá japönskum höfundum sem heitir Karatani, sem bók sem kom út fyrir 10-15 árum síðan eftir hann, líklega það eftir efnaðarskrísuna, eftir 2008 eitthvað tíma, þar sem hann að fara í gegnum þær mótsagnir og spennur sem eru komnar upp á alþjóðavettvangi og innan kapitalsins og leggur fram bara nákvæmlega að annarkvort stefnir í þriðju heimsstyrjöld eða okkur ber gæfa til að einhver ríki taki af skarið og framselja hreinlega hernaðarmátt sinn til Sameinuðu þjóðanna og gera þannig gjöfina að svona þrautalausn eða mögulegri annarra leiði sem er ekkert voðalega bjartsýnn að nokkur ríki muni fara en gæti sem tannsgreiningu létt á styrt Sameinuðu þjóðirnar og verið fordæmi til að aðri geta þá fyllt í kjölfarið. Mér er stundum orðið að hugsa til þess þó að íslenskt framlag í þá átt yrði aldrei nema táknrænt þar sem við erum án hers og svo framvegis þá væri jafnvel mætti aðgætara fyrir því að stjórnvöld hér myndur heila framselja utanríkisstefnu landsins til Sameinuðu þjóðanna. Afsala sér henni. Stefna okkar verður stefna Sameinuðu þjóðanna. Við framseljum utanríkisstefnu til Pentagon í dag. Akkurat, og það verður gæfuríkar að þarna verður eitthvað áunni með því. Það er ekki svipað líka með Evrópusambandið, ég meina, menn framselja að einhverju leyti sína utanríkisstefnu. Einhverju leyti. En myndi þetta þá þýða að Sameinuðu þjóðirnar myndu
bókstaflega hervæðast eða er þetta svona symbolist gjörð að gefa herinn sinn til þess að þá hermennir gefa hervaldið eða svoleiðis? Karatani var að tala að sko, í sjálfur herinnir myndi þá lúta stjórn Sameinuðu þjóðanna sem hefði þar með yfir her að ráða. Já. Og yrði fjölþjóðlegur. Yrði að afnema kjarnorkuvopn. Ég held að það sé nú bara algjörð möst, sko. Kjarnorka sem vopn verður að fara út úr myndinni. Og við höfum verið nefnilega svo nálægt í hann á Gorbatsjov tímanum að þá voru þeir að ræða þetta Reagan og Gorbatsjov. Þeir voru að ræða þetta í alvöru og svo seinna Gorbatsjov og George Bush eldri. Þeir voru í fullir að ræða þennan möguleika að binda endi á kjarnorkuvopn. Þeir sáu að óbreyttu myndi þetta þróast í það að æ fleiri ríki yrðu kjarnorkuveldi og með kjarnorkuvopn og það myndi leiða yfir mannkynið bara einhvern hrylling og enn meiri líkur á því að kjarnorkustríð myndi brjótast út. Það verður skynsamlegt að fara frá þessari braut en síðan hugsaðu einhverjir, en það er nú gaman að eiga þetta dót og ég vil ekki gefa þetta frá mér og það er náttúrulega gallið við þessa hugmynd Hobbes og þessar japanska höfundar að hún byggir á því að fólk gefi frá sér það sem finnst vera dýrmætast og ég heyrði eiginlega hann að hringadróttins sögu að gefa frá sér hringinn, það er ekki það vill það enginn sem að heldur á hann sko. Þeir sem er ekki með hringinn finnst að sá sem er með hringinn að gefa hann frá sér. Það er náttúrulega til eftir ógurlega krísur eins og einmitt saga Sameinuðu þjóðanna og undan þeim þjóðabandalagsins er til marks þegar allt er farið í þrot hefur eitthvað þá verið það var skrefður í stíginni þá átt sko. Já, en við sjáum núna ágallan á því að þegar það er reynt að gera þó að hugmyndi sér svo að við framseljum vald að þá gera þeir voldugustu það með skilyrðum að við erum til að framfleyta vald til þess að stjórna öðrum ríkjum en ekki okkur. Það er bara afstæða Bandaríkjanna við alltaf fyrir. En við höfum nú talað að áður en finnst ykkur ekkert svona maður heyra lítið rætt sko á vettvangi Sameinuðu þjóðanna og annars staðar sko friðarviðræður. Mér finnst bara svo lítið það kemur svo sjaldan upp hugsunin að nú þurfum við að reyna að ná friði sko og stríðið hætti. Mér finnst einhvern veginn vera eins og þessi byrjað. Þeir voru að tala í gær, Orbán og Úkraínu forseti, þá voru og Zelenský þeir voru eitthvað að máta sig við það friðar verið að koma þeim á. Já, það væri nú hugsa ef þeir yrðu nú svona friðarhöfðingjar það væri dálítið svona írónist. Orbán, Trump og Le Pen. Já, þeir yrðu þessi friðarhöfðingjar sem heimsins en það eru þetta óskandi. Þetta er þannig að þetta er fólki sem tala fyrir friði í heiminum í dag. Það er Orbán og Trump. Já, það er bara Er Trump dálítið að tala fyrir friði? Já, hann vildi að segist alltaf leysa Úkraínu bara held í fyrir hádegi þegar Vagnar sem fórsti. Já, hann hefur sagt þetta áður sko, með ýmislegt. Segist að hafa Pútín í vasan. En sko, nú er algjörlega sýnt að Trump muni verða fórsti, hann mun vinna. Það er líklegt. Ég meina Biden hlýtur að vera úr leik. Það fer enginn að kjósa mann sem að sofnar í miðju samtali eða hvað. Kannski dregur hann sér tilbaka. Já, það verður náttúrulega möguleikið að kemja einhverjar. En semst ef að Biden fer fram og þá finnst mann nú augljóst að Trump muni vinna þær kosningar. Stundum er sagt einhvern að kartöflupóki hefði unnið hann í kosningum. Kannski er Trump þannig að kartöflupóki getur unnið hann. Já. Hvað þýðir það? Það er bara það sama hverju þú stillir upp á móti að hugsunin hann verði fórstið sér svo hryllilega að fólk getur að kjósa hvað sem er annan. Já, það er nú kannski afsann þá ef að Biden getur ekki. En bara Kamala Harris. Það er ekki einu sinni minnst á hana. Akkur fer hún ekki bara inn? Eða þessi utanríkisráðherra þeirra sem er búin að vera í sviðsljósinu. Blinken. Blinken. Já. Það er ábyggilega gerða kannanir sem að sýna það að Kamala Harris myndi fá enn verið útreið heldur Biden á móti Trump. Já, en sko mann sundlar yfir því sem að býður okkar. Segjum að Trump verði forseti, þá eru Rússar konum með grænt ljós í Úkraínu, fasistastjórnir eru að koma upp, segjum að það verði í Frakklandi eftir viku og Þýskaland er á leiðinni, í Hollandi Ítalía og Ítalía er náttúrulega komin og Holland er líka
að allar þessar faststjórn, við erum komin aftur á 1934 þegar að hérna, fyrir heimsstyrjöldina síðari og þegar að nasistar tóku af skarið að mann óar við því að þarna muni allt fara bara. Og ef við getum lært eitthvað af reynslunni, hvað er það þá sem við svona getum gert? Getum við eitthvað gert? Já, það er nú það. Nú, ef við erum vinstrið, þá, hérna, ég veit ekki, ég hef aldrei verið að hugsa sko, einmitt bara hvað, í þessari upplausn sem er langur aðdragandi, löng forsaga, efnahagsstærðar og fleira sem eru undirliggjandi og svo það sem þessar hreyfingar, öfgahægri, kannski vel að merkja, við tölum að segja öfgahægri er eiginlega óhófleg kurteisi við fasistana. Nú vilja þær ganga skrefinu lengra og hætta að tala öfgahægri og tala bara sko, það er eitthvað nýrið fjárhægri eða bara svona sé hægrið sko, og svo framvegis, en ég meina þetta eru fasíski þræðir sem eru þarna og þarf við kannski bara að nota það orð aðeins af meiri festu og það sem við gera er náttúrulega að segja svo einfalda sögu og mér finnst, Varoufakis var í viðtal á dögunum að hann taldi upp sko 3 liði í þessari sögu sem eru, þú segir sko ég ætla að sjá þig, hann nefndir sögunar hvernig Mussolini hefði sko hækkað lægstu laun í landinu og svo framvegis og við ætlum að sjá þau standa við það að einhverju leyti við það hópa sem þeir tala til. Við ætlum að ráðast gegn sameiginlega óvinnum sem er skilgrina, þá helst einhverjir hérna í aðra hópar og svo framvegis og svo ætlum við að gera hvað sem er þá, hvaða land sem er, Bandaríkin eða Bretland, eða gera það frábært aftur, gera það greita venn og það er með sögur sem að fólk getur verið þáttakandi í. Þetta er formúla, fasísk formúla. Já, fasíska formúlan og sko vinstrið er ekki að segja skýra sögu í augnablikinu sem fólk upplifir sig sem þáttakendur í eða það er hlutdeild í og sérst með sko eitthvað og getur verið hetja í einhverju sögu. Vinstrið gaf náttúrulega framtíðina til hægrisins á nýfrjálsíkjutímanum. Fram að því þá var vinstrið með framtíðina við ætlum að byggja upp réttlátt samfélag við jöfnuður þar sem allir fá að njóta sín en síðan kemur nýfrjálshyggjan og segir nei það er ekki hlutur stjórnmálanna framtíðin kemur með uppgötunum frumkvöðla og drifkrafti atvinnulífsins sem mun færa okkur í tækni sjá til þessi svo iPhone-in sem að Steve Jobs kom með og þannig að stjórnmálamenn þeir eru bara að selja ykkur eitthvað svona gamlar hugmyndur framtíðin og samfélag. Framtíðin kemur í nýjum uppgötunum og allt heimi þannig að við gefum þeim bara lausan tauminn og ný Jerúsalem mun síga niður að heimni ofan og það mun vera gott samfélag. Þetta og þá hugsaði vinstrið nú er það, já ok, við lifum þá bara í þeim heimi og við svona reynum að verja kannski heilbrigðiskerfið eða skólakerfið og verðum komnir bara í einhverja idiotíska vörn án þess að vera að bjóða upp á neinn sko framtíða möguleika. Og svo þegar kom einhver aðrir og ætla að verja okkur fyrir enn meiri ógnum, tekna ógnin er innrás innflytjenda sem koma hinga skipulega út frá einhverjum samsærum sem eiga sér stað í Mið-Austurlöndum, senda fólk hingað inn sem eignast miklu fleiri börn og alltaf yfirtaka samfélag okkar. Þá væru það náttúrulega ef stjórnmáli snúast bara að verja okkur fyrir ykkur ógn, þá kannski bara vinnur hún og er að vinna Evrópu, þetta er það sem er að vinna Evrópu. En ég sko þessi formúla Haukur sem að þú varst að nefna, hún alveg smellpassar við Frakkland í dag. Já. Að hugsið ykkur, 1981 að þá vinnur François Mitterrand kosningarnar og verður forseti og sósíalistar eru með meiri hluta í þinginu. Þannig að Mitterrand, hann er með forseta og hann er með þingið. Og einhvern veginn verður ekkert úr þessu. Þetta er 1981, þetta er bara smátt og smátt spilast úr höndunum á þeim og það er hver höndin upp á móti að... Þeir náðu samt miklu svona fyrstu 2 árum. Þeir löguðu námslánin, það voru alls konar réttindi sem komu þarna á örlitlu gati sögunar. Jú, það er rétt. Það er rétt. En síðan þegar að Holland verður forseti og hann vinnur semst Sarkozy og slagorð Hollands var að hann ætlaði að vera venjulegur maður. Semst venjulegur forseti. Sarkozy var svo hafði farið svo gersamlega út á sporinu og Holland ætlaði að vera bara venjulegur maður. En síðan
og þá mjög sterkur kandidat á mótunum frá hægrumönnum, Fillon, en bara rétt í sömu andráð sem að þessar kosningar að bresta á, að þá hann afhjúpaður með þvílíka spillingu að hann held ég bara var að draga sig í hlé. En byrjuðu, var ekki Ségolène Royal líka? Jú, Ségolène Royal, hún var náttúrulega bara kona Hollands. Svo beigð hún setna fram. Já, hún bauð sér þetta. En Fillon bara út úr myndinni og Holland vinnur kosningarnar. En hann orðinn alveg hrikalega óvinsæll þegar að dregur nær lokum hans kjörtímabils og ákveður að bjóða sig ekki fram aftur, sem var svolítið sérstætt í Frakklandi að forseti bjóða sig ekki fram aftur, en hann átti bara engan sens. Og þá notar Macron tækifæri. Macron hafði verið fjármálaráðherra Hollands og innanbúðarmaður þar, en hann bara fer út og stofnar nýja hreyfingu sem að nær síðan þessum völdum og verður þessi forseti sem að síðan hefur verið að spila rassinn og buxanum síðan og núna komin í þessa stöðu. Hann komin í algjöran minnihluta. En þegar hann náði einmitt í gegn, var það ekki líka vegna þess að menn voru hræddir við Le Pen flokki, var það ekki líka þá? Og þess vegna voru menn svona eins og saminuðust, raunverulega vinstri fólk saminaðist líka einhvern sem geti saminast gegn fasismannum. Það eins og þessi saminning gegn fasismannum einhvern veginn hafið dálítið misheppnast mikið. Já, hún hefnaðist algjörlega meðan að pappinar var þessi ógeðslegi grímuleysi fasisti sem hann var og stundum með lepp fyrir öðru auga hann náði aldrei nema 1%. En hún hefur seglast þetta áfram og svo hún komin náttúrulega með þennan unga mann og þau eins og Haukur var að telja upp að þau koma með þessa heildarsýn sem að algjörlega skortir í frans stjórnmál. Þau ætla að gera þetta og þau ætla að gera hitt. Þau ætla, það náttúrulega, þetta svolítið að gera Frakkland stórt aftur eða endurheimta Frakkland, kannski ekki gera stórt, eða bara endurheimta Frakkland, fá að hafa landamæri, fá að hafa gjaldmiðil og svo framvegis og þá það náttúrulega þetta allsherja meðal sem að þau getur sótt í sem andúðin á útlendingum. Þetta hefur verið svo ríkt núna í umræðinni í Frakklandi að það sé verið að skipta frönsku þjóðinni út. Hún sé bara útleið og það bara eitthvað allt annað fólk sem komið inn. Og þetta þarf bara að ganga tilbaka. Þannig að hann öfugt við vinstri mennina sem hver höndin upp á móti annari og bara í ótal fylkingum, að þá þau með þessa sterku heildarsýn. Hægrið náttúrulega klofið í Frakklandi eins og alls þar. Við erum með nýja hægrið í þjóðfylkingunni, svo erum við með gamla hægrið í gólistunum sem bara að tærast upp bara svip á íhaldsflokkurinn í Bretlandi. Svo náttúrulega Macron náttúrulega hægrimaður, þótt hann hafi sagst vera vinstri maður og hvorki hægrinni vinstri, þá alveg augljóst allt sem hann... Frjálshyggjumaður. Ja, hann bara að stefna niðurbroti vinnulöggjafarinnar, hann vill einkavæðingu, hann bara að halda áfram nýfrjálshyggni. Og sömuleyti þessi tilfinning venjulegra Frakka sem að þjóðfylkingarnar spila á að við höfum verið svikin eitthvað samfélag sem áður var náttúrulega afleiðing af niðurbroti, samfélagslegu niðurbroti nýfrjálshyggnar sem hefur veikt heilbrigðiskerfið, veikt menntakerfið, brotið niður með alþjóðavæðingu, innlenda framleiðslu, búið til riðbelti hér og þar í Frakklandi þar sem atvinnulífi hefur brotnað undan samfélagunum og þar áttu götunum. En svarið ekki, vindum ofan af nýfrjálshyggjunni sem hefur skadað samfélag okkar. Svarið við erum að losna við innflytjendurnar sem að grafa undan samfélaginu okkar. En raunverulega ætti svarið að vera vindum ofan af frjálshyggjunni, en líka einhvers konar þá væntanlega einhver alternatív sýn þá og má segja kannski einhvers konar heildarsýn sem að vinstri fólk það ekki bara hikar við vegna þess að þá það alltaf fordæmið svo vont 5 ára áætlun Stalíns og Sovétríkin. Það einhvern veginn ennþá hægt alltaf að segja ef að vinstri fólk kemur með einhverju framtíðarsýn kemur alltaf svarið að þetta sé bara einhver svona kommunismi. Það gerist ef að vinstra fólkið sætti sig við og fellst á að lifa og starfa á vettvangi hægrisins.
að þá situr náttúrulega vinstrið uppi með skilgreiningar hægrisins á hvað er vinstri og hvað er sósíalismi. En mér finnst meira segja eins og einhver liti þurfi ekki einu sinni lengur, ég meina það engin, eða það heyrist ekki nógu hátt og snjallt, einhver skýr hugmynd hvert vinstrið vill stefna til henni sé einu sinni svarað. Þetta með við endum öll í gúlakinu heyrist ekki tóða loft, en það þarf ekki tóða loft að segja það. Mér finnst ríkja svo undarleg feimni eða ræðislega, ég veit ekki, órækt við það að leyfa bara orðum að hafa merkingu yfirleitt, og þá kannski sem birtist mjög forvinnilegt núna nýverið, það var fyrra árinu, það í voraukttíma sem að stefnir í það er á ljóst hjá Hagstofunni að stefnir í það að Íslendingar verði 400.000 talsins. Það var bara línur þetta frekar beint, við vitum hvað er að koma margir inn og það er alveg að koma að því. Kemur út eitthvað tilkynning frá stjórnvöldum að það sé svo erfitt að telja nákvæmlega hverju búa á landinu, hverju ekki og einhverju sé fluttur út og hafi ekki tilkynnt það. Það sé engin leið að segja. Og þetta var útvatn, það var til fyrirsögnin skráðir íbúar á Íslandi 400.000, tímamótin í landi sem þegar ég krakki það voru 250.000, fór upp í 300, 200 hjá okkur betri, það áfangi. Ef maður vildi, þá er þetta svona stærri sem mætti fagna, það vita allir að talning er ekki einföld, það vita allir að þú getur ekki nelt niður mínúturna sem hættir að rigna og þú veist ekki, eru allir á landinu, eru allir þessi 400.000 núna eða fór einhver í flug í morgun, en merkingin var algjörlega afmóð. Núna erum við áreiðanlega orðin 400.000 sem búum á þessu landi, en leyfa því að vera eitthvað leyfa því að vera markvert aukna, það var engin áhuga á því, algjörlega núll. Og það var jafnvel eitthvað upplifað svo taugaveiklun hjá ríkisstofnunum í garð þess að einhver skyldi leyfa sér að segja eitthvað fullkomlega sakleysilegt og þetta, búa núna 400.000 manns. Það mætti ekki tala skýrt. Ég veit ekki, mér finnst það mjög skrítið ástand. Þetta er einkenni á einhverju og ég veit ekki nákvæmlega hverju, en mér finnst þetta íkt dæmi eitthvað sem gildi víðar líka. Sagan hljómaði fyrir mér að það stemdi í það að 1. desember síðastliðinn, að það myndum við ná þessum áfanga við að vera 400.000. Síðan komu vöflur á Hagstofuna og hún tilkynnti að það er þannig að fólk þarf ekki að skrá sig úr landinu. En það hefur ákveðin hvata til þess að skrá sig inn í landi til þess að fá að njóta hér, bara að fá dvalarleyfi og skattkort og geta unnið og allt þar. En það er ekki hvati til að skrá sig úr landinu, þannig að líklega erum við ekki að verða 400.000. Svo leiði 1 mánuður og svo kom, nei, við erum ekki 400.000 en við erum 387.560 og ég hugsaði betur, ég tala svona nákvæm ef það er næstu ómögulegt að finna út úr þessu. En hún var mjög nákvæm, Það ætti eiginlega að vera 387.560,3. Þetta var svo nákvæm. En af hverju heldur það sé þessi træða að segja mér spyrta það mætti tíðan fleiri dæmi okkur hafi fjölgað svona mikið. En er það ekki bara því að það kannski þá er þessi hugsun að við verðum of mörg, þessi frasi Ísland er uppselt og sem að fólk talar alltaf gagvart túrismannum, Ísland er uppselt en svo einhvern veginn færist það óvart yfir á sem sagt fólk sem er nýjir Íslendingar. Kannski eins og það sé uppselt einhvern veginn. Ísland getur nú ekki verið uppselt, það er meira og minna auðn. Já, en má ég aðeins spyrja mig eins og fasisma, nú bjóst þú lengi á Ítalíu og þú í Frakklandi, Pétur, og finnst ykkur ekki finnst einhvern veginn, að því þú segir það er svolítið ótti við það er ekki talað kannski últrahægri sem fasisma. Mér finnst eins og íslensku fasisti og fasismi sé svona eins og skammarirði meira. Og börn til dæmis nota nasista sem skammarirði, bara hafa það úr svona teiknimyndum, en finnst ykkur ekki, getur þið svona skilgreint hvað myndu þið segja að það væri svona tæknilegt orð eins og hvernig það er notað til dæmis á Frakklandi og Ítalíu, af því þar var beinlínis Mussolini var og svo er náttúrulega barnabarn hans búin að vera undanfarið við stjórnvölinn ásamt öðrum, bara í fasistaflokknum. Já, en fasistaflokkurinn kallar sig ekki fasistaflokk, er það? Hvað kallar hann sig eftir? Það er nú eitt sem að væri líka gaman að athuga. Það hafa allir flokkar skipt nafn.
Einu sinni þá, þegar við vorum í Fraklandi þá var kommunistaflokkurinn og sósíalistaflokkurinn og hérna radikálflokkurinn og allt þetta, en nú er þetta allt saman einhverja skammstafanir. Ég átta mig alls ekki þegar ég er að hlusta á samræður, þá heyri ég bara einhverja skammstafanir, ég veit ekkert hvað er á baku þér. Akkur óttast menn að nefna heitin, það held ég að sé vegna þess að allir þessi flokkar hafa spilað rassinn og buxunum. Þeir hafa allir verið með sín kosningalóforð sem þeir hafa síðan ekki staðið við, þannig að þeir þurfa einhvern veginn að skipta kennitölu. Það er þeirra leið til að endurnýja sig. Ég náttúrulega fluttið þarna 89 og stuttu setna kom Berlusconi. Já. Og hann var ungur og flottur og hann var kom þannig beint úr þessu. Hann var eins og þið, svona fjölmiðlega. Hann átti sjónvörpin og hann var svona stuðbolti, sko. En ég held að ég sé nú ekkert að fara að tala hann sérstaklega, en það samt. En hann átti svona, hans bakgrunnur var í þessum fasista. Já. Ekki alveg beint, það. Kannski frjálshyggju svona meira. Út af þessu hvað er erfitt að skilja ítölsk stjórnmála, þá fer maður bara í svona ættrækningar og rekur sko megin flokkana í dag sem voru að berjast þarna PS og svo bræðralag Ítalíu. Ef maður fer aftur og bak úr hverju þeir eru stofnaðir, þá enda maður í flokki Mussolini eftir að Þjóðverjarnir fóru. Það er Meloni og svo enda maður í sko kommunistaflokknum af því að það er hann sem að kennitalan sem er alltaf verið að skipta þannig að megin átökin, megin flokkarnir sem að voru í síðustu kosningum eru raunverulega gömlu höfuðandstæðingarnir sko. Þannig að kannski breytist ekkert þótt allt breytist. En er ekki samt svona andspyrnurhreyfingin var svolítið skýrt afmörkuð eins og gagvart þessum fasistaflokkum gömlu. Þar vorum svona, var ekki meira og minna. Það var gert upp manipulite. Það var kannski byrja áður ég kom að rétta yfir ákveðnum mönnum. Munið ekki eftir þessu hreinar hendur. Sem ekki verið kjölfar blýárana. Já. Og þetta voru skotbardagar út á götum á milli þessara fylkingar. Og það voru einhverjir sem bara skutu sjálfa sig, til að fara ekki í fangelsi og svona. En Berlusconi, ég myndi segja að þetta er ekki fasismi en frjálshyggja og En var þá andstæðan gegn honum jafn skýr? Eða var erfiðara fyrir fólk, svona vinstra fólk? Ég meina, hann var náttúrulega við völd alveg heil lengi. En svo var alltaf verið að reyna að dæma hann og hann alltaf einhvern veginn komst. Reis alltaf upp aftur. Og svo þarna á endanum var hann reynda komin í samfélagsþjónustu. Var að vinna á elliheimili. Og hann var rosalega vinsæll þar. Af því að hann er skemmtikraftur, sko. Hann var skemmtikraftur. Undan sinni samtíð svona alþjóðlega að vera svona trúður í valda. Já. Hann er eiginlega for Trump. Hann er svona Árni Jóns, alltaf spila og syngja og semja lög og Já, hann var svona krúner á einhverjum skemmtiferðaskipum. Alltaf að nextla og ótrúlega fyndin og svona. En af því að við erum svona 4 listamenn, þá er ég svona að spá í þessa hægri sveiflu og listina. Og sem ég hef ekkert svar, en er þetta betra eða verra? Hafa hægri stjórn í Evrópu og Íslandi fyrir listafólk og listina. Hvernig er listin á Ítalíu? Hún hefur, hún blómstraði þar til Berlusconi kom. Þannig að það er verra að hafa hægri. Já, hann svona byrjaði að spara og það þurfti að loka alltaf fleiri og fleiri leikhúsum og nei, við þurfum ekki 3 hljómsveitir hér, þessi eina hljómsveit getur farið bara á milli og þessi kór, en Gaurinn á þríhóttinu, hann er ekki að slá mikið í það, maður ekki spara hann? Hann getur skúrað kannski á milli. Getur ekki trompetin slegið í þríhóttið? Já, en þetta var eins og til dæmis ef þú varst tónskáld, þá fékkstu bara stöðu, þú kennir 10-12 tíma viku.
áður, sko, fyrir Berlusconi. Já, Já. og svolítið eftir, sko. Og þú kennir og svo ertu frjáls og svo náttúrulega getur þú fengið frí. En þú veist, það er full staða. Og þó þú sért að kenna úlingum, skiljum, í virðulegum konservatórium eða, já, börnum, úlingum, þú kemur 2 í viku og vinnur 6 tíma, 5-6 tíma. Og þannig voru sko listamenn einhvern veginn styrktir af ríkinu. En sko þjóðfylking Marie Le Pen, hún er búin að gefa það út, hún ætlar að einkavæða ríkisfjölmiðlana. Og það verður alveg örugglega, ef það gengur eftir, þá var náttúrulega örugglega saumað að listastarfsemi alls konar og listamönnum. En kannski líklega... Kaupandinn líklega fundinn líka, Bóbóleiri, eða hvað hann heitir? Milljónamæringur sem hefur verið að safna fjölmiðlum. Sem á íslenskan tónlistararf. Aldamúsík var seldin í Universal og hann er stæðsti hlutafinn þar. Einn helsti stuðningsmaður sko, nýja hægrisins í Frakklandi og talið að stuðningur hans sé meðal annars verður greiddur tilbaka með því að hann fái að kaupa ríkissjónvarpið og ríkisútvarpið. En það yfirleitt finnst mér með, svona kannski hefur það alltaf verið, en það einkenni til dæmis á eftir hruni þegar við vorum í svona krísu þá byrjaði þessi mantra erlenda fjárfestingu, að við þyrftum á erlendir fjárfestingu að halda og þá var það svolítið svona gagnrýnislaust tekið við eiginlega hvaða tilboðið sem var og oft voru svona erlendir fjárfestar og líka bara kannski einstaklings svona auðjöfrar sem byrjuðu að kaupa upp jarðir og svona ásælast líka auðlindir, náttúruauðlindir, sko gerðu eitthvað örlítið í staðinn og talandi um formúlur, þá er það líka ákveðin formúla, það er að byggja upp, lofa að byggja upp grunnskólan á svæðinu eða tónlistarhúsið, búa til eða félagsheimilið, bæta félagsheimilinu eitthvað hátt og ég vil að byggja lítinn, smíða veg að félagsheimilinu, eitthvað sem að samfélag í svo miklum sárum munarum. Þannig að það er svona leiðin og síðan einhvern veginn er ekki endilega, eru endirnar ekki, jafnvel þessi litlu sko vegir eru ekki einu sinni smíðaðir. Mér finnst það svolítið merkilegt en við sitjum föst jafnvel sko fólk sem er vant því að vera á verði og sjá í gegnum hlutina, segir, fer allt í að bítast sín á milli og segja af hverju ert þú á móti af hverju ert þú á móti erlendri fjárfestingu og þú veist ekkert um hagfræði og við þurfum á erlendri fjárfestingu að halda og ég stundum að hugsa með Berlusconi, ég veit ekki með það dæmi og kannski ekki Le Pen en frekar Le Pen núna, dóttirinn heldur en faðirinn, að þeir alltaf sagt að hann hefur verið grímulaus, núna er á einhvern nátt verið að kaupa ýmsa og hina og ýmsa með einhverjum loforðum, getur það ekki verið? Þannig að andstaðan er óljósari, sko. Sko, þeir loforðin, sko, þessi þjóðfylking, hún hefur náttúrulega, hún er með sína stefnusgrá og hefur sín loforð, en sko, Marie Le Pen, hún er náttúrulega andstæðingur Evrópusambandsins, þannig að maður geti alveg séð eitthvað Frexit í spilunum Frexit. Já, þegar hún kæmist í valda, hún hefur alltaf talað mjög sterkt gegn og farið í taugarnar á henni hvað Evrópusambandið er farið að ráða í Frakklandi og vill endurheimta þessi upphaflegu völd Frakka, að þeir séu húsbændur á sínu heimili og helst að verði aftur franski, gjaldmiðillinn verði aftur franskur og síðan allar hún náttúrulega stuðla bara að hjálpa litlum fyrirtækjum og eitthvað svona fallegt. En Íta undir barneignir franskra kvenna já, og íta innflytjendum og venda franska konur fyrir útlendingum. Er það ekki fasismi svolítið? Frekar en bara... Mér fannst það helviti gott, hann var, nú man ég ekki hvað hann heitir, hvað heitir hann? Forsætisráðherra efni.
Le Pen. Marelli, Bardelli, nei, Bardelli. Bardelli. Þessi ungi þannig. Já, Að ég hlusta á hann flytja Bardella, já. Bardella, hlusta á hann flytja ræðu sko og þar var hann að tala það sem þeir ætluðu að gera, meðal hans ætluðu að koma á sko friði náttúrulega í borgarhverfum, þessum ekki óöld í þessum útkvarfum Parísar, koma á reglu og síðan að kvenfólk gæti gengið á þess að vera áreitt og áreitnin, hún væri öll af hálfu útlendinga. Þá hérna glottur margir örugglega að franska konur væri bara áreittar af útlendingum. Þessi umræða, við heyrum hana óminn af henni á Íslandi, þar sem hefur verið að tala nauðganir leigubílstjóra sem eru innflytjendur og það sé leiðin til þess að vernda konur fyrir nauðgunum og kynferðislegu áreitni er að takmarka hingað komu innflytjenda. Þetta er bara í umræðan á Íslandi. Maður sér þetta gjarnan í Morgunblaðinu. Já. En talandi um fólksfjöldan á Íslandi, haldið ekki að okkur eigi eftir að fækka? Ég menna þessi túrismi, hann á eftir að ganga sér til húðar. Ég veit ekki, ég skoða þetta þegar þetta var að vaksa. Já. Þá einhvers staðar í alþjóðlegri stofnun var þetta að finna sko tölur yfir túrisma bara til, ég man ekki, 1970 eitthvað. Og ég skoðaði og var að leita af því að þá hafði maður þessa tilfinningu að að því við erum alveg upp á Íslandi. Síldin kemur og síldin fer og það allt, rís allt upp og hverfur og allt sem við snertum við eyðileggjuna. Og ég sá ekki betur en að eina leiðin til þess að fækka túristum er sko stríð eða í Egyptalandi þegar voru einhverjir hópar sem að réðust á rútur túrista og drápaðar. Eða bara umhverfis ástandi til dæmis í Grikklandi núna. Já. Hver fer til Grikklands? Það getur verið, ég náði ekki verið þessar hítabylgjur sem náttúrulega núna ætti maður ekki að fara til Evrópu, maður ætti bara að fara á Melrakkasléttu. Já, en eldgosin, ég held að eldgosin muni nú bara sjá, ég held að yður jarðar muni sjá þetta og... En ég sá engin dæmi að túristabóla springi. Engin dæmi. Það getur orðið, þú veist, bara hætt að vaksa og bara verið svona plató. En ég sá engin dæmi þess að þetta bara allt í einu hverfi og ég hafði svolítið áhuga á þessu þá hvernig þetta getur orðið og þá fór ég að skoða leitir á netinu og hugmyndin svo að við erum ekki lengur sko í útkjálki heimsins heldur vegna þess að við lifum í eitthvað svona netheimum og það er jafn langt til Íslands og Zimbabwe eða hvað sem er svona í huganum sko og þá sá maður að Ísland var orðið til dæmis í Bandaríkjunum og í Bretlandi bara á stærðið Noreg og þegar þú veist fólk var að forvitnast Ísland og fleira að við höfum kannski verið fyrir ég held þetta náið til eitthvað 2004 eða eitthvað svona Google-mælingar að 2004 voru við kannski bara 15% af Noregi en eftir Eyjafjallajökul og alveg í framhaldi þaðinni frá þá erum við bara eins og kannski 90% af Noregi og þá skiptir ykkur máli þótt að hér séu 387.504 á meðan að þeir í Noregi eru sko ekki 7 milljónir eða eitthvað hlýs þá skiptir ykkur máli í netheiminum. Nei, en ég ætla nú að grípa fram fyrir þér að þú greist fram fyrir mér með því að segja það að ég held að Eyjafjallajökull gosið þar hafi til dæmis ýtt undir ferðamanna strauminn og mér finnst mjög líklegt að önnur eldgos muni stöðva ferðamannastrauminn og sökk á Íslandi þar að segja við munum þurfa að vera öll flóttafólk og ég bara hugsaði þetta er ekki svona einhver heimsenda hugsun þetta er bara svona, mér finnst það bara eiginlega frekar líklegt að við munum þurfa sjálf að verða flóttamenn og ég hugsaði eiginlega alltaf þegar ég heyri svona virkilega hatursfulla umræðu flóttafólk og svona raunverulega ósveigjanleika og skilningsleysi gagnvart aðstæðum þeirra sem eru að koma hingað og leita skjóls. Einhvern veginn það getur maður ekki annað en hugsa hvað verður þá, hvernig verður þú tekið á móti okkur þegar við þurfum eftir einhver ára að fara sigla á gömlu togurunum þannig yfir hafið. Finnst ykkur þetta ekkert svona líklegt? Já, sko, ég man þetta nákvæmlega það sem hann sagði
heitir hann, ljóðskáldið, hann rússneskur búsettur í Bandaríkjónum, man ekki hvort hann heyrnarlaus, mállaus, eitthvað, Hamlaður Siggi Páls þýddan og hann kom hérna núna í vetur. Já, Kaminski. Hann kom í vetur og það var skemmtilegt viðtal við sjónvarpinu, hvort það er í Kiljunni. Jó, og hann einmitt kom með þennan punkt sko, við eigum öll kannski eftir að verða flóttamenn. Og það er mjög hollt. Hvar í heimi hæli tryggt, svo segir í ljóðinu. Á ensku talað úr með sko refugees, flóttamenn sem það þurft sko farin úr landi eins og með sko hugtaki internally displaced. Leið og sko styrjaldar hefist að þá fólk fyrst sko rakið á flótta innan lands áður en það sko fer og hérna erum við náttúrulega nú þegar með ástand Grindvíkingar eru internally displaced þegar af þessum voru bara í tollhúsinu þarna fyrir jól og voru fjölda flóttamannabúðir innan Reykjavíkur. En ég man eftir aðskilsverðri grein eftir fyrrverandi seðlabankastjóra þegar hann Má. Þegar hann hætti þá skrifaði hann merkilega grein, ætlaði ekki verið í Stundinni, ætlaði ekki verið heimildin eða Stundinni eins og hún hét þá. Þar sem hann talar ruðningsáhrif túrismans á Íslandi og fær alls ekki út þess að jákvæðu niðurstöðu sem alltaf verið að halda að okkur, heldur þvert á móti neikvæð. Það svo margt sem að situr á hakanum út af túrismannum. Sjáu þið göturnar í Reykjavík. Þetta eins og rússnesk borg eftir hrun Sovétríkjanna. En ég hef heyrt núverandi seðlabanka stjóra segja það saman. Nú? Já. Og þá er þetta bara mainstream. Það var svona varðandi fjármálin og hag stjórnina það er ekki nokkur leið að fá iðnaðarmann á Íslandi fyrir okkur innfædda. Sko, þenslan svo brjálæðisleg og þetta er lífsmáti sem ég held að færi í taugarnar á fleirum. Og við náttúrulega viljum ekkert gera landið að einhverju massa túrismastað. Við ráðum ekki. Þetta vex bara að því að það er einhver sem að telur sig geta grætt á því að vera með flugfélag og flytja hinga túrista og svo aðrir sem að vilja byggja hótel fyrir túrista og það er það sem að ræður uppbyggingunni og þróun samfélagsins en ekki eitthvað hugtak sem er við. En það er náttúrulega pólitíkin líka sem að skipuleggur og samþykkir. Og nú búin að fela völdin yfir í það og ef að þú vilt braska með eitthvað þá verður Guði velkomið því að út úr braski þínu mun koma gott samfélag. En svo... Já, fyrirgefðu. Nei, þú. Ég ætla bara að segja, sko, það heyrist alltaf leið og eitthvað neikvæði tónni fólki í gagvart sko ferðaðinaðinum og þá svaraðu af rosalega miklum krafti. Kom alltaf skilaboðum, sko, hvað verið að tala niður þennan, sko, hérna gjaldeyris skapandi iðnað sem skilur allt það, sko. En ég minna það náttúrulega hérna við förum úðalega mjúkum höndum um þetta svið og þetta fag. Það er ekki minnst á það og ég veit alveg að það er, ég meina, ef einhver iðnaður á Íslandi þrýsti á það að hér var aflétt öllum hömlum á einu bretti gagnvart faraldrinum voru 2022, þá það ferðaiðnaðurinn og það dóu 200 manns að minnstakosti, byrst misvísandi tölur, 200-400 manns af völdum faraldursins á því ári, beint í kjölfarið á því. Ég veit að það er ekki þannig að þetta voru margar aðrar ástæður til að fella niður hömlunar og það allt, en það er samt sko, það er í það mest að jafnsagt að ferðaðinaðurinn hafi kostað 100 manna lífið hér. Örugglega. Og það er þegar verið að sko, hérna, skrifa svona, gera upp söguna eitt og annað sem gerst hefur í öðrum ríkjum gennum tíðina sko, með hérna, og haft hörmungar í för með sér. Þetta er ekki ókeypis peningur. Nei, Guð minn góður. Má að minnsta kosti halda til og þetta væri svona svæsnæst og það sem kannski er erfiðast að taka undir sko, en þess að þetta er náttúrulega mjög flókið að telja saman, hvar liggur ábyrgðin á hverju í þessu ástandi, hvað hefði verið hægt að gera annað og svo framins. Svo greining hefur aldrei farið fram og hér er kannski engin vilji til að láta þá greiningu fara fram, vegna þess að það væri einmitt svolítið sko supulagssaga, skringileg, en hérna en svo svo minna tjón sem hefur orðið og svona hérna bara missa miðbæinn
hér var miðbær sem að íbúar í borginni einhvern veginn áttu og gegndi margvíslegu hlutverki. Já, einu sem áttum að heima hér. Já. Jú, en sjáðu hvað stutt í að þetta... Miðbærin great again, heyrðis mér að vera stefnir. En það sem svo skrítið, að þegar við tölum svona, þá sko bara ef einhver kæmi inn í spjalli núna, gæti við komandi haldið að við værum að tala útlending og flóttafólk, skiljið. Við gætum haldið þetta að vera fundur í þjóðfylkingunni sem er að tala að gera sko, miðbærin þetta er svo great again. nálægt, en mér finnst bara auðvitað þurfa að tala þegar að vera að tala til dæmis álag á innviðina, sem við vorum bara aðriðið, þá er aldrei talað finnst mér, einmitt álag útlendingaströmsins, ferðamannaströmsins sem eru líka útlendingar á innviðina og gert greinarmunur og þá til mig spyrir hvað heimspekingarnir, af hverju má aldrei tala það er eitthvað meiri háttar að orðræðinu, fyrst við getum aldrei einhvern veginn sko verið með valkost og sagt, já, erlend fjárfesting er fín, en hún verður að vera af þessum toga. Hún má ekki vera sem sagt stórfyrirtæki sem að brýtur almannahagsmuni niður, eða það er eins og einhvern veginn, ef að menn eru á móti þjóðarmorði í Palestínu, þá eru menn orðnir gyðingahatarar, ef að menn eru á móti þá viltu fara aftur í torfbæina? Já, þá ertu komin aftur í torfbæina og líka ef við erum á móti túristum, maður næri ekkert, ég meina maður kannski ekki á móti túristum auðvitað, en það er kannski bara á þessum forsendum eða með þessu fyrirkomulagi. Kannski hafa einhverja hugmyndir og svona smá stjórn. Já, sko, ég meina að hleypa þessum túristafjölda inn á þetta vanþróaða vegakerfi á Íslandi. Það er nú bara, finnst manni, hálf kriminellt. Slysin sem þetta veldur og öngþvitið. Og viðkvæma land líka, landsvæði sem eru tróðin undir bara, það er ekki beinlínu svona, náttúruverndin hefur ekki alveg verið í fyrirrúmi og núna á að fara að reisa líka vindmyllur. Mér finnst einhvern veginn, þetta moment eftir hrun þegar við gátum svona stoppað og þá var einmitt kallaðir heimsbyggingur í húsinu og menn voru svona til í að ræða málina aðeins, fleiri sviðsmyndir og svona, það er einhvern veginn ekki neitt tóm til þess núna. Nei, en kannski með þetta orðleysi, það er kannski það sko, að einmitt þetta með sko, kapitalið vill ekki þurfa að tala. Það vill ekki þurfa að segja, og þegar þú nefnir áðan smár með íslensk tónlist, það hefur verið seld, sko, tónlistararfurinn eins og leggur sig, seldur til Universal sem sé höndum þá, sko, öfgahægrisins. Ég segi þetta mjög reglulega þetta er svo skrítið, þetta skulle ekki vera rætt. Einmitt, það er ekki til en jákvæð árangurssaga þessu. Já, veistu hvað við gerðum? Við seldum Elli Vilhjálms og Sigur og seldum bara allt til að pakki til, sko, einhvers öfgahægri kapitalista. Sem sko, Murdoch Frakklands sem eiginlega verri en Murdoch. Eina leiðin til að, sko, komast upp með svo margt sem að á sér stað sko, er að gefa því ekki merkingu, er að einmitt láta það liggja óorðað í friði. Má ég taka upp sem að þetta með valkostina einhvern tímann skrifa ég á Facebook að þessi hús sem að vera að reisa þarna á Hafnatorgi, það var frekar ljótt og þá kom svar frá einhverjum, já, vildur þú frekar hafa bílastæði sem voru þetta? Og sumleiti það sem þið að vera nefna er svona umræða sem er alltaf komið með einhvern idiotískan valkost á móti. Heitir þetta ekki eitthvað í heimspekinni? Heitir þetta ekki í rökfræðinni? Eins og ég var einhvern tímann að tala að við höfum kannski mist eitthvað út úr svona samfélaginu og kultúrnum og eitthvað í sambandi við bara, tengdist bara börnum okkur liði verið í dag og var bara svona vangavelta. Og þá kom einhvers staðar svona svarið einhvers staðar af vefnum, sko, hvort að ég vildi að foreldrar fara að reykja aftur í bílunum með börnunum. Það er svona þessi hugmyndum að ef þú vilt ekki nútíman eins og hann er núna, að þá viltu anstíkilegasta hluta fortíðarinnar. Og þannig að það er eins og, sko, nútími megi ekki vera óléttur af einhverju, sko, fallegri framtíð lengur. Annaðhvort hefur hann, eða þú ert bara niðurrifsmaður sem vill fara að reykja í bíl aftur yfir barnunum þín. Nákvæmlega. Ég veit ekki okkur við lendum þarna, sko, í umræðinni. Mér var það orðið einmitt þessar byggingar á Hafnatorgi. Ég sagði eitthvað, jú, ég meina þetta hefði getað verið verra.
Ég held reyndar ekki. sem að var Ég held reyndar ekki, sko. náttúrulega mjög bara fyndir alltaf og þessi bara- svolítið í þessum dúr. Klaufaskapur okkar í sambandi við arkitektúr. Þetta gerist nú með Norræna húsið, þetta stórkostlega, yndislega fallega hús sem að talaði við fjallarhringinn. Svo allt í nú var hlaðið öllum þessum byggingum þannig í kring, sko, þannig að það er horfið. Nú, Víkingur Ólafsson, hann var nú að benda þetta saman með Hörpuna sem að var þessi minnisvarði og fallega bygging og svo er allt í nú komnir þessi kassar í kring, sko. Að þetta fær aldrei að njóta sín eins og það átt að gera. Ég sakna alveg malar bílastæðisins sem var þannig þar sem Harpan hótelið og bankinn eru núna, sko. Ég man nú aðalegt í rammagerðinni Auðn í miðri sem borginni. var hann í Hamnastrætinu Já. með nikkandi jólasveini. Eða ég sakna á hinnar tillögunar, sko, hinnar sem að ekki vann arkitektúra tillögunar sem þegar átt að gera þetta svona Já, númer 2. torfhús, já, númer 2, já. Þetta það væri gaman að pæla í öllum valkostunum númer 2 sem ekki varð. En má ég að spyrja þig, hérna Pétur, að því að þú ert búin að vera að fylgjast með núna, er það ekki svolítið frönskum fjölmiðlum, talandi um þessa svona orðræðu og svona ákveðu merkingaleysi hérna allavega á Íslandi. Finnst þér frakkar svona hanga í því að vera spakir í að tala, vera góðir í að tala og greina hlutina, eða er það svona á undanhaldi, svona miðað við þegar þú varst? Sko, mér finnst hérna að ég hlusta nú bara á þessa ríkisfjölmiðla, sem sagt fransk kultúr og þessa stöðvar sem maður nær hérna. Og ég bara undrast að hvað þetta er annað, hvað þeir geta verið með róttæka samfélagssýn í þessum miðlum og hvað er mikið innihald í þessu efni sem þeir eru að bera fram. Og ég held að þjóðfylkingin eigi sko harma að hefna gagnvart þessum fjölmiðlum. En þess að þessir ríkisfjölmiðlar hafa tekið mjög krítiska afstöðu gagnvart þeim. Og ef þeir núna vinna næstu helgi, þá held ég að þeir muni gera upp ýmsar sakir. En sko það er náttúrulega alveg stórkostlegir alltaf þessir umræðu þættir sem maður sér í sjónvarpinu og nær hérna heima eða í útvarpinu, hvernig frakkar tala hlutina og kryðja hlutina. En að hvað miklu leyti það skila sig síðan út í samfélagi, það er svo annað mál. En umræðan er það, krufningin. Já, ok, og ennþá. En hugmyndin er sem sagt, þjóðfylkingarnar er að selja Vincent Bolloré, hérna ríkisfjölmiðlana, sem er svona Murdoch Frakklands á hellinga fjölmiðlum og útgáfufyrirtækjum og hefur keypt meðal annars íslenskan tónlistararf til þess að stoppa þetta. Og þannig náttúrulega að því að það verða kannski ekki eitthvað veldi verið er hægt að kalla þessa hérna flokka fasíska flokka, því að þetta er náttúrulega lýðræðislega kjörnir flokkar og vinna innan lýðræðiskerfisins. En markmið þeirra er að brjóta niður svona lýðræði það sem er með svona margar eða valddrift lýðræði. Brjóta niður verkalýðshreyfinguna, þannig að hún missi völd sín, brjóta niður almannasamtök, brjóta niður sjálfstæði ríkisfjölmiðla eða... Kannski bara rétt að skjóta að allir fasískar hreyfingar hafa náð völdum innan lýðræðislegra kosningar. Já. Og afnámu síðan lýðræðið. Bæði hérna á Ítalíu og í Þýskalandi. Komið stað með lýðræðinu og afnámu það eins og skot, sko. Og varúðar orðin hérna við því að það væri að fara að gerast. Þeim var svarað nákvæmlega sama hátt og verið að svara áhyggjum fólks af uppgangi Meloni á Ítalíu eða Le Pen í Frakklandi að þarna væri nú bara þjóðin að velja sér, þetta væri lýðræðislegar kosningar. Sem náttúrulega vafaatriði eins og er í Frakklandi þar sem að flokkur sem hefur 33 eða 34% fylgi geti náð hreinu meirihluta á þingi, sko. Sko nasistar voru með einmitt 34% þegar Hitler var kanslari og þá var einmitt orðað voðalega mikið þessi leyfum þeim að spreita sig. Okkur mega þeir ekki spreita sig. Þeir eru komnir úr 2% upp í þessi 34-5% og leyfum þeim að spreita sig og þá kannski bara kollsigla þeir sig og við erum þá komið bara aftur á sama stað. Og þeir fengu að spreita sig en þeir náttúrulega gengu ansi hraustlega til verks og afnámu allt, flokka, verkalýðsfélög, fjölmiðla, kosningar. Og voru ekki búin að tilkynna það í sjálfu sér fyrirfram
heldur voruð með svona hundablístur að þarna væri ógnin og svona mjög svipað og er hjá þjóðfylkingunni. Það er ekki beint plan að reka alla útlendinga frá landi, það er ekki beint plan að hafa tvískiptan borgaraleg réttindi, annars vegar fyrir ektafrakka og hins vegar óektafrakka. En það er samt svona undirliggjandi boðskapur að fara þessa leið. En þeir eru konum með hennar snirtipinna sem ég vil ekki muna hvað heitir og Bardella. Þetta er eins og nafn af einhverju bakteríu eða vírus. Bardella. Að hann náttúrulega er komin með algjörlega frambærilega, hann er bara hinn ídeali tengdasonur Frakka og hann er komin með þessa fallegu ástínd. Hann er náttúrulega tengdasonur einnar konu. Já. Því að konan hans heitir Nolvín Olivier og er dóttir Marie Caroline Le Pen sem er eldri systir Le Pen. Já. Þetta er bara fjölskyldu boð. Já, þetta er bara Frakkland verður stjórnað við morgunverðarborðið hjá þessari fjölskyldu. Já. Það verður skuggastjórnin verður náttúrulega ekki ríkisstjórnarborðið eða hlauts, heldur morgunverðarborðið hjá Le Pen fjölskyldu. En hann er allavega með þetta sem að menn vildu alls ekki leyfa gamla Le Pen og helst ekki henni Marie Le Pen að spreita sig. Hún hafði ekki það traust en þarna er allt í hennu komin bara frambærilegur maður sem að mjög margir geta fallist á. Leyfum þeim að spreita sig. Já. Og þú segir að þið líði eins og við séum 1934. Þá var fasismin að koma allstaðar upp í Evrópu og náttúrulega Þýskalandi og Ítalíu og svo Spáni og Portugal og heimsstyrjöld. Já. Og spænska borgarastríðið versus borgarastyrjöldin í Úkraínu. Það er náttúrulega risavaxinn munur á vinstrinu þá og nú. Já. Bara hversu kraftmikið sýnilegt vel staðar það er. Og svona hugmyndafræðilega sterkt. Já. Þá. Eins og til dæmis í fransk kultúrstöðinni þú varst að tala maður hefur nú hlustað og Arte hort á ófáar myndirnar andspyrnuhreyfinguna einmitt sem spratt upp og nýja vinstrið skýrir flokksinn, er það ekki? Þau skýrðu það í höfuðið á andspyrnuhreyfingarflokkunum Alþýðufylkingin. Já, og núna heitir nýja Alþýðufylkingin. Það er alltaf svo hrættur við þetta nýja því að fastar hafa svo oft verið með þetta Já, einmitt. nýja. Það er mjög svona fasistalegt nafn, en kannski er það góð bóluefni gegn fasismannum. Í dag er talað nýju samfélkinguna á Íslandi. Já, Kristrós er búin að búa til nýja samfélkingu, svipað New Labour sem að Tony Blair bjó til. Já. En það er bara spurning hvort að núna verður það ekki bara þessi vinstri hreyfing heldur í heiminum hvort að verði einhvers konar andspyrnu hreyfing verði til svona. Það er dálítið spennandi. Já. Örugglega. Sjá. Þú ert sérfræðingur í 68, Pétur. Já, Þú ert andi 68. Stundum þegar maður er að horfa á hvernig rís upp andstaða við þjóðarmorðið á Gaza, þá hugsa maður, þarna er að verða til svona hreyfing sem að minnir á það sem að spratt upp í andstöðunum í Víetnamstríðið. Þannig gerist í háskólunum og gerist í ungu fólki sem að hafnar stefnu sinna stjórnvalda, þrátt fyrir að þessu mjög stíft haldið að almenningi og verið að banna mótmæli og verið að reyna að saka alla þá sem að taka upp málstað frelsisbaráttu Palestínu sem gyðingahatara. En það rís samt upp einhver svona hreyfing sem og einhver leyti er þjóðarmorð á Gaza fellir svona lögmæti stjórnvalda eins og Biden er að lenda í að það missir þetta alltaf trúverðuleika gagnvart þeim sem að rísa upp og maður gæti fylgst að því að þú var svo með svarta sýn að sagan væri skrifuð og við myndum enda í 3. heimsstyrjöldinni og kjarnorkuvetri og síðan erum við einhvern veginn að reyna að ná okkur saman aftur kannski sköllótt var línan sem gafst á það en er ekki möguleiki að horfa á þessa vakningu að kannski erum við að sigla inn í tímabil sem að minni meira á 68 þar sem að er vilji til þess að búa til eitthvað mótvægi við ríkisvaldið, jafnvel eitthvað svona counterculture að við sem komin í eitthvað þrótt með það svona hugmyndur líf sem við höfðum áður, við sem að fara inn í tímabil bara meiri sköpunar og litagleði og
Já, Þú það verður sem að byrja að- að taka LSD aftur til dæmis. Að taka aftur LSD? LSD. Já, er það ekki orðið bara læknis? Jú, bara læknisráði. Læknisráði. En það sem er náttúrulega líkt með Víetnam og Palestínu, að við erum að horfa á þetta í sjónvarpinu. Við erum að horfa á þvílíkan viðbjóð á hverjum einasta degi í fréttatímanum að maður er bara með æluna í kokinu og það var þann sem gerðist náttúrulega með andstöðuna gegn Víetnam og þetta var bara, fólk sá þetta gerast og svo auðvitað að rísa upp gegn því og það er náttúrulega þessi sterka hreyfing sem að myndast og er orðin til gegn þessu Palestínu máli. Já, hvert hún leiðir, það er svo aftur annar mál. Vonandi verður það. En Þuríður, þú komst með líka bók sem eru yfirlýsingar, Já. akkurat sem eiginlega spretta upp. Er þetta ekki, þetta eru Já, því við listafólk vorum sem að að saminast á einmitt á þessum Því tímum. við vorum að sko. tala Eða fyrr. fasismann og kannski listamenn og eitthvað svo leiðis. Og þá náttúrulega, var það þarna á Ítalíu í byrjun 20. aldar. Þá voru einhvern veginn bara flottustu listamennir, fútúristanir, þeir voru bara með stjórnvöldum, alveg bara út í gegn. Þeir voru jafnvel sko á undan með sínar yfirlýsingar. Og þeir vildu umbylta og hreinsa til og þeir vildu búa til matarmenningu og fatamenningu og ég veit ekki hvað og hvað. Og þeir gerðu náttúrulega alls konar stefnu yfirlýsingar og líka bara til Mussolinis og Mussolini tók þetta og las þetta og þetta er náttúrulega bara fullt af ótrúlegum frösum og ég ætla bara að lesa eitthvað. Við viljum upphefja hina vígdjörfu hreyfingu, brennandi svefnleysið, kappgönguna, heljarstökkið, löðrungin og nefahöggin. Og skáldið verður að leggja sig fram af eldmóði, glæsileika og rausn til að auka ákafan ofsa frumablana. Það er engin fegur til lengunum í átökum, ekkert meistarverk án árásar neyðar. Þetta er svo Hannes Hafstein. Ég elska því formur. Skáldskapurinn verður að vera ofsafengin atlaga að hinum óþekktu öflum til að knýja þau að fótum mannsins. Við viljum upphefja stríðið, einu heilsubót heimsins, hernaðarandann, förlands ástina, bla 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 bla. Þeir eru, bara þeirra hugmyndafræðið, fellur bara nákvæmlega og þeir gerðu dásamlega listaverk. Þeir eru, hvað heitir hann? Marinelli og Russolo og það eru leikrit og geggjuð tónlist. Og fútúristarnir náttúrulega í Rússlandi líka, en þeir voru ekki svona, það var ekki svona mikill stríðsandi held ég í þeim. Ég held að ítölsku hefur verið alveg sérstaklega svona, var auðvelt að taka þá inn í fasismann. Mjög auðvelt að taka inn í fasismann, en í Frakklandi voru það kommunistanir sem voru svo sterkir í súrrealismanum. Já. Þetta voru allt saman kommunistar og notuðu algjörlega sömu meðul og kommunistaflokkurinn að það voru hreinsanir og menn voru látnir játa og voru reknir og svo framvegis. Andri Breton var náttúrulega bara algjör svona einræðisherra, en í millitíðinni kemur dadaisminn, vil ég nú minna, og þar voru menn sko raunverulega flóttafólk, þar voru menn sko, var andstæða við fasíska orðræðu og við fútúristana sko, og þar var friðarhugsjónin raunverulega í fyrirrúmi sko. Hreinsanirnar eru nú komnar aftur, það heita slaufanir núna í dag. Þetta er sem sagt 1908 cirka, sem þetta er og svo sagt þróast En það er svolítið merkilegt sko, dataistar eru svona eins og bara teknir svona eins og grín daldið í svona sögunni þegar það muni allir eftir eiginlega fútúristunum af því að þeir voru svo yktir og svo eftir surrealistunum af því þeir sko voru svo miklu þeir markaðsettu sig svo rosalega, þannig að til dæmis bara í daglegu tali tölum við eitthvað sem surrealist og jafnvel fútúrist en svona en ég held að við þurfum daldið að skoða aftur sko dataismann. Já, einmitt. Nefnum kannski líka, þú nefnir það sko líka bara hvað, einmitt mér finnst ég sjálfur, sko, ég er eiginlega bara agndofa. Ég er bara, svona, maður rétt lítur undan
veröldin og lítur á hún aftur og það er absúrt element í öllum hornum. Það er eitthvað bara svona, það stemmir ekki hvert við erum að fara. Það stemmir ekki, ég er ekki með vegakortið. Ég er ekki með og jafnvel mitt, eða þú veist, fyrir mitt leyti tungumál og merkingu, það var aðalega þessi data sem voru reyna, hvernig getum við eiginlega gefið aftur tungumálunu orðan og merkingu af því þau eru orðan svo absúrt og þau ná ekki að krækja það, verði ekki áorkvengu ekki þarna í einmitt, og ég hef ekki hugmynd hvar það liggur, er það aðalega nýju miðlarnir, er það er raunverulega framvinda nýrar merkingar á TikTok eða einhverjum samfélagsmiðlum sem maður er ekki með snertiflöt við, eða er það þessi stjórnmálhreyfingar sem búið að vinna náttúrulega, þú veist, mjög markvisst að byggja upp af einbeittum vilja einmitt þegar sem véla erum við að lifa þennan tímapunkt í sögu kapitalsins, ég veit það ekki, en einmitt finnst þér svona í fyrsta sinn kannski frá því ég man eftir mér að ég stend meira á gati en ég hef gert áður. Þegar efnahagsunni verður 2008 þá var með eitthvað í höndunum til að fást við raða upp fyrir okkur hvað er að gerast hérna, með bara fína greiningar sem eiga heima á því, en mér finnst maður meira að vera að fálma eftir brotum akkurat núna. Maður hélt að yrði, þú veist, hugafarsbreyting sem að myndi endast inn í framtíðina en ekki bara í 4 ár. Já, það voru sannarlega vonar það, einmitt. Og ég meina, þetta er náttúrulega gamalt viðkvæði hjá, eða þessum 20. aldar framsetning að sér hver fasismi sér til marks misefnaða byltingu. Að sem sagt vinstrun hafi mistekist eitthvað og það sé fasismin spretti fram sem enginn á því. Þeir eru að tala svona einhvern veginn það að við vitum ekki hvaða sögu við erum að segja og leyfum okkur ekki að gefa orðunum merkingu. Það eru líka með í huga þessa eyðu sem þá fyllt af lægsta samnefnaranum, sem fyllt af gömlu drastli, þannig séð og það er stemming tímans meik gamalt drasl great again. Hvað segirðu? Meik gamalt drasl great again. Það verður að nota bara einhver hugtök og hugmyndir sem að ætti að vera Hvað gera rithöfundar? Þá? Þau skrifa bók sem heitir Pláan, það var komið náðan, það vantar bók Pláuna, COVID-ið sem kom og fór. Já, hugsið ykkur bara bók eins og til dæmis Kristni Aldendur Jökli sem kom út 1968, akkurat þegar þetta var að gerast. Og þar er þessi setning Gudmann Singmann sem er þessi heimspekingur og er alltaf að fimbulfamba pottitt kerfi sem hann er búinn að finna upp. Og hann segir á einu stað ég spyr hann Guð ég spyr hvernig getur þú látið þið dett í hug að afhenda djöflum jörðina? Svo ein hugsjón sem djöflar geta saminast það er að hafa stríð. Þetta finnst mér alveg merkileg setning bara að rata inn í samhengi hlutana í dag. Að hver afhendi djöflum jörðina? Vá, ég man ekki eftir þessu setning. Nú þarf að skrifa og syngja, en ég held að sumir þurfa að fara til tannlæknis, en varst þú nokkuð með eina stemmu sem þú samtir? Nei. Myndir ekki að prófa að syngja? Það var að því að ég held að þetta yrði svona léttur sumar. Léttur salum hörmulega tíma. Þetta er bara létt og lesið bókum. Að því ég sagði við hana, Oddný, ég hef ekkert pólitík að segja, ég veit ekkert pólitík og þá sagðum við syngjum í stemmur og höfstuð. Þú sagðist að hafa verið að horfa bara fótbolta. Þá sagði ég, já, ég get alveg tala fótbolta og ég get sungið með þér. En svo var þetta mjög svona alvarlegar umræður hérna. Já, jú, en við getum alveg sungið samt líka. Við hefum þurft að æfa okkur, Oddný. Allavega að fara aðeins yfir stemmurnar. Við nefnilega erum saman á vinnustað. Já. Nú í akademíunni. Já, sjálfstætt starfandi. Já. Og Það heldur með kveðum. í Í fótbolta? Nei, þeir eru dátnir út.
En ég held með þeim, já, að sjálfsögðu. Þeir eru tóknir út. Pétur, heldur þú með franska landsliðin í fótbolta? Já, ég ger það nú alltaf, en þeir eru ekki samfærandi í þessari keppni. Þeir eru þykkleiðilegir. Já, þeir eru bara alls ekki samfærandi, sko. Mér finnst þeim mjög flottir. Griezmann og fleiri sko sem er ekki. Já, þeir eru ekki, menn eldast náttúrulega mjög fljótt í íþróttum. Já, en byrju, það er hann sem er 16 ára hann, Mbappé. Nei, er ég ruglast. Hann er orðinn 24, 26. Hann braut nefið. Er hann ekki portugalsk? Já. Þessi ungi 16, hann er í portugalsk. Portugalsk. Nei, hann er í spænska liðinu. Spænska liðinu. Já, það er mjög fyndið myndband sem er hægt að finna á að því eru svo miklu heimsbyggingar hérna. Það er svona heimsbyggilegu fótbolti sem að Monty Python setti upp, eða ekki? Sér það. Já, því að það Grikkinir á móti Þjóðverunum í heimsbygging. Já. Það voru líka svona rithöfundur á móti úti. Ég hef séð fótboltaleiki. Hefur séð fótboltaleiki? Já. Og hvernig líst þér á þetta sem svona... En það er nokkur ár síðan síðast, sko. Ég er meira í liðunum sem er alltaf forvið að sjónvarpsfréttir séu ekki klukkan 7 heldur að það verður frestað. Það verður hiss á dag eftir dag. Og það er eina, kannski megin ástæðan að þú er mjög ókunnulegur heimurinn. Eftir þú leist fyrir á að sjónvarpsfréttir eru komna klukkan 9. Er þetta ekki bara upp af endaloka heimsins? Já, en þið sem eru mér fróðari, tíðkast þetta einhver staðar í heiminum að aðalfréttatími sjónvarps hefði verið settur út í kuldan til þess að setja beina útsendingu frá fótbolta. Nei. Hefur þetta gerst einhver staðar? Ég veit ekki til þess. Þetta gerist í heimi þar sem að djöflarnir fá að stjórna. Já. Sérstaklega þessum er nú önnur rás sem er svona, getur verið íþróttarás. Til við endum ekki hressilega sumarþátt á djöflunum getur það ekki tekið upp blómastemmuna. Blómastemmuna, sumarstemmu eina við getum tekið undir ekki söngla okkur út úr. Endum hér á Samsung. Vitið, nei, það má ekki syngja. Sko, nei, að kveða, já. Það verður maður að kveða. Þú veist, við syngjum ekki. Nei. Þetta er önnur svona raddbeiting og þú að taka undir. Já. Mann ég á hljómæm og óma sveimum bláan geim, lita ljón og blóm við blóm, blóma heima rósa eim. Sko, þetta var Vilhjálmur Ólafsson, texti. Þetta var náttúrulega blóm og fallegur svona sumar blóm. Frá hvaða tíma er þessi stemma? Þessi stemma, hún er nú líklega frá 20. öld, sko. Já, úr Skagafirði líklegast. Já. Stemman, gerðu þú ekki stemmu? Ég gerði stemmuna. Já, þannig að hvaða lagið er stemma og þú samt að það er mjög samt stemmulegt. Já, það er bara gaman að prófa, þú veist, maður ofta að gera í einhverjum öðrum stíl, sko. Þannig að gaman, ég gert nokkra stemmur, svona. Þannig að við getum kannski svona byrja með þennan fasta þátt hérna alltaf klukkan 7 að kveða í útvarpssal. Já, það hefur gerst áður að það hefur verið sungið hérna við Rauðaborðið, það má tjásið með öllum hætti. Já, það má, já, þetta má ekki syngja. En var þetta ekki alveg fastur liður þegar að hópurinn sem var valinn til þess að semja okkur stjórnarskrá byrjaði alltaf á söng? Já, Samsung. Já, Samsung. Hvað sunguðu? Hvað sunguðu? Sungu bara hitt og þetta, held ég. Bara úr íslensku tónlistararfinum þangað til að hann var seldur til þess að fasista í Frakklandi. Þorvaldur Gylfason hafi bara síðan það. En kveðskapurinn var svolítið svona andspyrnu hreyfing á sínum tíma, sko. Þannig að það held ég einu vel við, sko. Herðu, en við skulum slá botnin í þetta gestabáð, ekki? Jú. Og við ætlum að koma hérna, við ætlum að hringja til Frakklands á eftir og til London. Það eru kosningar bæði í Frakklandi á sunnudaginn og svo verður kosið í Bretlandi bara á morgun. Og að þessi kannski verður ekki eins afdrifaríkar kosningar kannski. Nei, Magnús með England, hvað er alltaf lítið spenna fyrir því að eitthvað gerist þar. Já. En við þakkum Pétur og Haukur, kæra þakki fyrir komuna. Þuríður Jónsdóttir, Pétur Gunnarsson og Haukur Már Helgason. En Oddný Eir, þú situr hér eftir. Takk fyrir okkur. Er ekki vel að tala?
Nei, það er ég sko, já. Já. Svo höldum við áfram hér eftir augnablik. Allt það besta er ókeypis. Fáðu þér vatn að drekka. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Já, heyrðu, Oddný, það var svolítið, máttu heyra það á gestum okkar sérstaklega Þuríði Jónsdóttur að þetta hafi verið svolítið svona spjallum heimsenda, svolítið þungt spjall. Hvað Já, eru engin þolmörk á því hvað þetta að bjóða hlustendum upp á dimma framtíða sín? Þetta kom dálítið svona út eins og ég hef verið að sko gabbana í útsendinguna en ég var eiginlega bara að segja sko að þetta er svona tilraun samt til þess að tala Mættu byrja að drekka? Léttunóturum, þetta er sko ylvatt frá, þetta er kölnavatt frá Perú. Já. Þannig að svona, bara til að létta stemninguna, að hafa blóma og hún kom með stemmu blóm og hérna er kölnarvatn með perúiskum blómum. Þetta byrjaði náttúrulega á því að Pétur Gunnarsson sem er nú vel læs á tíðaranda að hann sá fyrir sér endalok siðmenningarinnar, heimstyrjöld, kjarnorkuvetur ekki til að hlæja sko. Nei. Þetta er bara og ég sá fyrir mér náttúrulega að Ísland myndi sökkva bara í sæ eða sem sagt undir eld, fara undir hraun og við yrðum öll flotta fólk. En er það nú raunaft að renni bara hraun yfir allt Ísland bara? Já, ég veit það ekki, en allavega stórborgina kannski, eða hvað? Veit ekki, það er náttúrulega möguleiki að það verður gos í henglinum og hraunið steypist hinga niður. Það er náttúrulega möguleiki ef þetta er raunelfur að þá er hennar leið til sjávar eftir Elliðaárdalnum. Þannig að geirsnefið sem hundarnir kúka. Sem að færi undir. Já. Nei, þetta var svona sannarlega léttur sumartónn. Þetta er bara hins vegar þannig sem að var áhugavert að reyna að ná einhvern veginn utan það í samtali að þetta sem að Pétur er að upplifa og ég finn það alveg, ég hef nú sagt það stundum hérna við rauðaborðið að stundum er yfir manni svona eitthvað svona dauðabegur að það er eins og Haukur nefndi þetta líka þar sem hann bregði sig aðeins frá, hann var nú eignast barn og verið að sinna ýmsu öðru, svo kíkir hann aftur á heimsmálin og hann upplifir það að það sé eiginlega öll leiktjöld að falla eitthvað inn. Já, eða svona, kannski sagði hann það ekki beint, en meira svona absolutismi. Hann sjálfur ætti erfitt með að átta sig á hver leiktjöldin væru hver sagan er. Já, sagan er og framvindan og sérstaklega kannski þetta sem vorum að tala um við verandi hérna kannski má segja sérfræðingar í að tjá okkur eða svoleiðis og við öllu þetta borð og þú blaðamenn, listamenn svona hvað sem erum að reyna að segja eitthvað svona samtíman að þú ert nú ekki kjaft stopp sem betur fyrr og ekki við heldur svo sem en það, menn eru samt svolítið svona einhvern veginn varnarlausir gagvart einhvers konar svona merkingaleysi eða svona finnast ekki alveg vera hægt að bara skrifa eina góða grein eða gagnrýna hlutina það sé einhvern veginn það farið dálítið svona skjön allt saman. Já, ég skil ekki alveg. Nei, ég er að meina það bara hvernig áttu að bregðast við sem sko það var nú alltaf talað þegar Pétur er að tala sko í fyrri heimstyrjöldinni, seinni heimstyrjöldinni og í uppgangi nasismans og kommunismans líka í austri, þá voru menntamenn og svona rithöfundar og listafólk var alltaf að hugsa hvað getum við gert, þetta verður bara svona stöðu spurning, hvernig getum við tjáð okkur, hvernig getum við haft eitthvað að segja, svona, hvers konar andspyrna er möguleg, hvers konar mótmæli hafa einhverja merkingu og hvað virkar og síðan hérna og sumum tímabilum þá
þá er það alveg klárt að það virkar bara að koma saman með skilti, öskra, sína andstöðu og kannski virkar það alltaf. En það er svona, virðist vera stundum og að skrifa greinar, skrifa grein til ráðamanna, skrifa bréf til ráðamanna. En það er aðeins, svo koma önnur tímabil sem ég finnst við vera svolítið núna pínlítið svona ráðaleysi. Hvað er það sem að virkar í raun? Í stuttamálið þá veit að enginn fyrirfram. Þannig að ef eitthvað vill mótmæla en bara ef það virkar, að þá er það bara ekki í boði. Þú verður bara að byrja að láta í þér heyra og þú verður að berjast og þú verður að gera það sem að þarf. Svo kemur það bara í ljós hvað virkar. Því þetta er ekki einhver leið sem er fyrirfram þekkt og það er ekki hægt að heimta það að ég er til að taka þátt í pólitík og andófi en bara ef það virkar. Það er bara, held ég, sem ekki í boði. Nei, það er alveg rétt. Það þarf alltaf að finna bara upp okkur tíma, það er alveg rétt. Og kannski of margir sem að slá þennan, eða svona skýla sér á bakvið einhverja merkingarlausu og segja bara að ég get ekki gert það því það hefur hvort sem er engin áhrif. Það er auðvitað svona uppgjöf, Það breytir einhver hvort að ég síðan með, ég meina ein rödd breytir svo sem ekki neinu, þannig að fólk selur sér alls konar hugmyndur að taka ekki þátt. Og ég held að við séum að bara einfallega á þeirri stöðu í sögunni að þetta er bara ekki boðlegt lengur. Nú verður bara hver og einn að stíga upp. Það er að kannski óttast allir símtalið frá sögunni sem kemur og segir kæra Oddi að þetta er frá sögunni, nú ertu á þeim tíma þar sem allir skipta máli. Og ég veit að þú óttast þetta símtal og ekki vilja fá það, en því miður þá er bara staðan svo að það er komið. Ég held að þessu þar. Og ég held að þessi kosningar í Frakklandi séu ágætis. Já, en ég meina, maður fær þetta símtal. Það var líka í Ítalíu og svo var það í Hollandi. En ég held alveg að það eru margir sem að bara hafa, upplifa það að þeir hafi fengið slíkt símtal og fá það jafnvel á hverjum degi, en eru engu síður svolítið í vandræði með að hvað er að gera, hvernig er að svara þessu símtali, hvert verður responsið, hvar liggur ábyrgðin eða þannig, hvernig allar að rjúka út á torg eða allar að, ég held að séu svolítið margir í svona aðeins í því fáti og kannski hefur það alltaf verið, Það er aldrei, fullnægjandi svar sem að neitt fær. Þannig ef einhver er að bíða eftir fullvissunni að er það sem að ég ætla að gera, er það örugglega það sem ég ætti helst að gera. Það er ekki svarið. Nei, það er nú alltaf lægi samt að gefa sér kannski korter til þess að pæla í því hvort maður ætlar að rjúka niður að Alþingishúsi með hamar og brjóta rúðurnar eða hvort að það sé kannski ekkert endilega besta leiðin. Mér finnst alltaf lægi svona spökulur aðeins í því, En maður kannski ekki ætlar að spökulur í því í 20 ár. Nei, ekki verða eitthvað helvítis Hamlet alltaf to be or not to be endalaust. Jú, en er það ekki bara mega ekki alveg að því vorum að tala í þessu spjalli heimspekingana og það er ekkert annarkvort eða allir með því það má alveg pæla og skrifa og ræða valkosti. Það er nett svona óþol oft gagnvart því þegar það er einhver svona, nú þarf bara að gera, nú þurfum við bara að berjast gegn. Við verðum líka alveg að pæla í hvernig við ætlum að berjast gegn því og líka samt að gera eitthvað, hvort tveggja svona, þetta gengur í einhverju svona, það er eitthvað svona munstur. Má vera. Svo er það líka með tilboðsöguna, að það er, fólk endar oft í Hamlet eða í Getsemani. Getur ekki hringt í einhvern annan, þetta er að hringi mig, sem er eiginlega nóttin hjá Jesú í Getsemani-garðinum. Það er ég endilega standi í þessu vissinni. Getur ekki fengið bara einhvern annan í þetta. Herðu. Þetta varstu nú virkilega á léttunótunum í ég ætla við höfum eftir að gera margt í þessu þætti. Ég ætla að hringja núna í Guðmund Auðunsson í London af því að það hefur verið kosið í Bretlandi á morgun. Það verður sögulega kosningar, kannski nokkur ljóst hvernig þær munu fara og hvað afleiðingar að hafa, sem er kannski öðruvísi heldur kosningar sem verða sunnundaginn í Frakklandi sem er svona útkoman og breytingin á Frakklandi held ég að verði meiri heldur en að verður í Bretlandi
Og ég ætla að fá þig kannski til þess að hringja með mér á eftir í Einar Má Jónsson. Þetta allt góðkunningjar þáttarins. Einar Már er eiginlega fréttaritari samstöðurinnar í París og Guðmundur Auðunsson fréttaritari samstöðurinnar í London. Og mann við skulum sljóta inn smá símtölum. Já. Ég ætla að byrja á að hringja í Guðmund Auðunsson í London. Flott. Eftir augnablik. Allt það besta er ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það er betra. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman.